Já, gott kvöld og verið velkomin í aðra umferð hjá ljósleiðaradeildinni. Í kvöld ætlum við að horfa á IA á móti Saga, en fyrst ætla ég að kynna mig, Siggi Steypa, og við hliðina á mér engin annar en Árni. Leflöf, blessaður og sæll, gott að sjá þig aftur. Já, góðan daginn. Hvað segirðu? Ég segi bara allt fínt. Nýkomin úr flugi, ég var að stíga út úr vélinni og mætti hérna niður í arína. Það er bara, þú verður bara að koma hérna og sýna þig, við viljum allir sjá þig. Og Danmörku, hvernig var þar? Kalt, ískalt, það var snjór þegar ég fór og það er, eins og ég var að segja hérna við þig áðan, það er ekki ofta sem maður fer til Danmörkur og það er actually kaldara þar heldur en heima. Ég veit það og ég sagði líka sko, hítastigið núna er held ég komið upp í 8-9 gráður eða eitthvað. Og þetta er bara, ég er að segja, bara þú veist, dagarnir er farin að vera bjartari, þetta er búið. Bara stutt í vetur maður, ég er alveg til í það, fáum bara sól og bráðum og höfum það næs. Ég held að við eigum að skila eftir seinasta vetur. Já, eða ekki. Vetrarnir hafa nú verið svolítið svona upp og niður en svo kom þarna líka, þetta var líka svona hjá okkur jólin, það var svolítið mjög hlýtt þá sko. Já. Allir veikir eða mann rétt sko. Jú, ég var veikur jólin. Ég var veikur jólin, ég held að það var enginn verið sem að við sloppið frá þessu. En já, allavega talandi eitthvað sem að gerist ekki oft, þá langar mér að nefna eitt sem að gerðist núna í vikunni og það var leikurinn á móti Dusty. Þeir spila á móti Hypersea sem er lægsta síti og það er kannski það sem að stekkur svona upp úr 2-0 fyrir ekki Dusty. Bara, mér finnst eins og það getur sagt þetta bara svona. Já. Það er auðvitað, þú veist, maður hefur eiginlega aldrei farið í gegnum heilt tímabil og unnið það án þess að tapa einum leik á leiðinni en það komi, þú veist, á móti lægsta sítinu. Akkurat. Og líka í þessu fasjónu, ég meina 2-0, ef mér skjátlast ekki, þá voru Hyper 11-4 yfir í fyrsta mappi allavega, þannig að þetta er auðvitað bara stórfurðuleg niðurstaða sem kemur vel á óvart. Kom öllum á óvart og ég mitt eins og segir 2-0, þetta var Dusty bara slóist ekkert nógu mikið á móti einhvern veginn. Það vantaði enga leikmenn hjá Dusty. Hypersea skilst mig hafi verið með eitthvað inn fyrir sig. Já, þetta Snowy var að spila, ekki Ninja Dog. Já. En ég hef heyrt að það sé varanleg breyting, en ég veit það ekki. Já, alveg örugglega. Orðið á götunni. En kannski meira meina að engar breytingar voru gerðar á Dusty, þannig að þetta var ekki eitthvað sem að átt að geta gerst. Ég meina, maður býst alveg við svona þegar þú ert að spila á móti Vega, KPJ og Þór, þessi lið eru þarna uppi. Þú veist, þarna getur maður sé fyrir þessi töp, en eins og segir, lægsta sítið. Þannig að þetta svolítið opnar rosalega mikið bara leikina fyrir deildina, bara allir eru konum með forskot á Dusty í rauninu núna. Nú sjá hinn liðin þetta og bara, strákar, nú spýtum við í lófana, það er okkar sens. Já, og ég meina, uppsetningin á deildinni er mjög forgiving að því leitinu til að þú mátt tapa leik. Ég meina, ef þú tapar leik á móti einhverju liði sem þú ert ekki í toppbaráttu við, þá áttu ennþá, þú veist, innbyrðis viðreiknina á hinliðin sem hún vinnur. En núna mega Dusty ekki mistiga sig aftur. Alls ekki. Og það er aukin pressa og það verður erfiðara tímabil fyrir vikið og sérstaklega þá að tapa á móti, þú veist, einhverju liði sem átti ekki að tapa á móti. Ég held að kannski það sem að hinliðin geta tekið núna til sín er bara Dusty eru fragile. Já, þeir eru Rusty, það er hægt að taka þessa menn niður, kannski, það sem ég er að segja. Já, ég veit Dusty. að Rusty, Dusty, cheesy, en já, það er bara þannig. Það má kannski bíða, en við ætlum að fara í annan leik í kvöld og það verður IA á móti Sögu. Við hefum nú eitthvað að tala um þá. IA er líka lið sem að kemur úr umspili, er það ekki rétt hjá mér? Eða að vinna fyrstu deildina. Jú, fóru ekki í umspil. Já, þurfti ekki að vera umspil, nei. En þeir eru sem sagt nýir hafa ekki verið að spila áður í úrvalsdeildinni. En Saga hins vegar eru vanir mennirna, en þeir voru svolítið ekki að standa sig heldur í síðustu umferð, fyrsta. Já, það var auðvitað á móti Dusty, þannig að maður kannski setur smá stjörnum þar bakvið. Einmitt. En ég horfði á þann leik og þú veist, það var hvorki frá Dusty nýja Saga, það var ekkert eitthvað sem að stóð úr. Nei, sem maður horfði á og var svona, ok, já, þeir eru mætti til þess að, þú veist, keppa. Einmitt. Þetta var meira svona bara 2 lið að færa í gegnum sinn venlega leik og þú veist, Blik úti, sérstaklega á Njúkinu, var mjög öflugur til þess að hjálpa Dusty, en annars voru þeir ekkert, það var engin yfirspilun eða neitt svoleiðis í gangi, þetta var bara svona mjög jafn taktikal leikur og þannig að
það er erfitt að meta hvernig Saga kemur inn í þetta tímabil af því að þeir eru auðvitað með Varginn inn núna í staðinn fyrir hann Wizard, já. Og það er auðvitað mikil breyting. Já, Vargur, Kraken, hvað við köllum mér skilst hann gangi ekki núna, en já, hann einmitt var langsterkasti riffillinn í sögunni. Já. Haha. Hann var þarna held ég með 38 kills í samanlagt í báðum möppum, sem voru reyndar 2 möpp, en það dugaði ekki til að gefa sögu leik í 3. mappi eða bara sigurinn yfir höfuð. ADHD, hann átti ágætan núkleik en svo vantaði hann bara í seinni leikinn, 4 kills segir maður rétt, 14 í núkin og undan. Já, þeir líka grúttöpuðu þeim leik. Já, að vísu, það voru 13-2, 13-3 eða eitthvað, ég manna ekki alveg stöðuna. 13-2 segir minni sko, en minni það er bækjandi. En við kannski, IA er eitthvað svona sem að við getum nefnt í kringum þá, ára við fyrir bara að fáum að sjá hvaða leikmenn eru að keppa fyrir þá. Er eitthvað sem að stendur út úr, eitthvað sem þú vilt sjá þá gera í þessum leik? Það er auðvitað IA, ég menna þegar þeir voru seinast í deildinni, það er auðvitað allt annað lið sem var undir merkjum IA þá, en þá voru þeir mikið að nota, util til þess að koma sér áfram. Þeir voru ekki að treysta hjá mikið á firepower eins og önnur. Ég sá ekki leikinn þeirra í seinustu. Þegar þú segir það, þá manni það svolítið þeir voru rosalega helling fyrir þá þeir voru líka með pjakk í voru með pjakk í staðinn fyrir VJ og ég held að VJ ég er að spila sem fyrsta leik fyrir þá sem vitað ekki, þá er hann í rauninni aðal meðlimurinn í line-upinu, eða ekki? Akkurat, jú. Og þess vegna kannski bara þegar við eigum tilbúið skjalið til að sjá leikmennina og alveg dottur með en þá bara fáum við það leið. Við tökum IA allavega, það er eins og ég segi, ætti VJ að vera að spila fyrir þá og það er bara þannig, yes sir, en síðan sjáum við hina leikmennina sem að voru líka síðast, það er Ors, Trausti, Delulu og Gabbi. Gabbi, ég fór svolítið og skoðaði yfir tölurnar á honum, hann virtist vera svona mest consistent, hann var með rosalega háa headshot prosentu. Okay. Það var eitthvað sem að ég svona skoðaði yfir og mér fannst það vera svona áhugavert og ég ætlaði svona að skoða hvort að hann sé bara algjört headshot machine, hvort það sé eitthvað nýr leikmaður svona að stimpla sig þar, en svo annars Ors, hann átti, ég man eftir hann í núkleiknum, hann átti ekki rosalega góðan núkleik, hann var ekki að hitta vapp á skotunum sem hann átti kannski að vera að hitta, en svo sem var með alveg allt í lagi kills þarna, en það voru svona eftirminnileg, flassi sjónum sem að, kannski ekki alveg dugaði fyrir þá, en... Já. Þetta eru alveg nöfn sem að kveikja smá peru í hausnum, maður hefur alveg heyrt þessi nöfn í neðri deildunum og þeir hafa verið, maður hefur heyrt þau í einhvern tíma, þannig að þeir hafa þá verið að spila alveg ágætlega mikið í neðri deildunum, þannig að það er alltaf áhugavert að sjá CS-inn sem er spilaður í neðri deildunum og CS-inn sem er spilaður í úrvalsdeild eru mjög mismunandi. Já. Þannig að það er alltaf mjög áhugavert að sjá svona neðri deildar nálgun, fyrstu deildar leikmenn sem að koma upp í úrvalsdeildina, að sjá öðruvísi nálgun á leiknum og það kemur alveg stundum úrvalsdeildarliðunum á óvart því þetta er allt öðruvísi. Ég get trú á því og ég man að ég nefndi þetta við þig einhvern tíma frá svona eins og segi, ég horfi kannski frekar út í heimi, ég talaði antistrat og þú sagði það er kannski ekki endilega mikið það en náttúrulega liðin sem eru í úrvalsdeildinni, þeir hafa bara spilað svo mikið á móti hvort öðru og það er kannski ekki nákvæmlega sama grænsett og í kannski fyrstu deildinni það sem að utility það er verið að skoða frekar svona overall styrkleika heldur en kannski hvað virkar á móti þessu liði og þessu liði. Það er frekar verið bara að styrkja ykkar lið eins og þið getið. Já, 100%. Þetta er lítil sena og þóttu hefur kannski ekkert spilað á móti sérstökur line-upi á því, það hefur 100% spilað á móti gaurunum í line-upinu. Já. Þannig að þú veist alveg nákvæmlega, þegar þú ferð inn á server á móti Varg, þá veist alveg nákvæmlega hvað þú þarf að fá. Já, það. Til dæmis, já. Ég ætla ekki að þykjast vita það, en það er gott að heyra allavega að þeir hafa eitthvað sem að þeir geta notað þarna og náttúrulega utility sem að við nefndum. En þá kannski bara förum við yfir á line-upi á sögu og þar ætti Kraken Vargur að vera líka.
nokkuð viss það. Þannig að við sjáum það hér, það þá vantar eitthvað að klessa þarna, nei, veitu, jú, krakkinn, ADHD, krakkinn. Hundsi eða grafíkið. Já, hei hundinni, það Hundsi bara, við ætlum bara að kalla hann Hundsi held ég hérna núna, Gutti og Skún. Ég mun örugglega líka vera að kalla krakkinn varg eins og... Ég skil það, sko, ég hugsa þetta líka, ég meina bara leiðum að sér kameruna á honum. Já, þetta vargur, það fer ekki fram hjá neinum, sko. Já, ADHD, hann náttúrulega bara búinn að vera svo lengi í sinni á bara að vera nóg púsar til að vita hvað þarf að gera. Já, fyrir alla þessa gæja þá þetta bara annar mánudagur, þú veist. Ja. Það bara, það mæta hérna í úrvalsdeildina og spila leik og fara örugglega í njúk og ADHD á vappanum úti og Arnar Vargur á rampnum. Þetta bara, another day at the job. Já, núk líka, þetta sterkasta mappi á sögu. Þetta svolítið bara fyrsta pikki þeirra þeir geta. Já, það svona spurning núna því að Anubis kom inn. Að því að Saga, þeir voru ógeðslega mikið að vinna með Anubis áður fyrr, en núna þetta, þú veist, Skún, Gutti, Hundsi komin inn, þannig að kannski ekki. Kannski ekki. Ég veit það ekki. Og svo erum við náttúrulega líka að tala við tölum það kannski eftir, það eru stóra breytingar í Anubis og við fáum að sjá þær fyrst í kvöld vonandi. Kannski. Fer eftir, en hvort að þeir vilji taka sensin á því, en ég gæti alveg sé fyrir mér... Þeir eru þannig lið, sko. Nei, sögumenn, sko. Það. Þeir eru svona, akkur ekki. Kannski hleypa því inn, en kannski pikka ekki fyrst. Hljóta góa á núki fyrst. Það gleymist, ég meina Saga, undir leiðsögn ADHD var liðið sem að hendi sér í Ancient fyrst þegar það kom út. Og voru alveg bara, ég held að það var alveg 8 mánaða tímabil þar sem að það bara bönnuðu allir Ancient á móti sögu því að nefndi enginn að fara á mótið þeim í því. Þannig að þeir geta alveg, sérstaklega með varginana innanborðs, þeir geta alveg pæjónýrað eitthvað fyrir okkur hérna í Anubis, sko. Mér finnst að fleiri lið eigi að gera þetta, approacha bara þó á spil, vilji kannski ekki vera með að þurfa að sjá 7 möpp í púlunu endalaust, að vera alltaf að skoða þetta mapp kannski eitthvað sem hendur okkur þó að við kannski, okkur finnst ekki gaman að spila það þýðir ekki að við séum ekki góður í því. Já. Það svo mikið sem að getur bara verið í ykkar styrkleika og einmitt þarna ég sé alveg fyrir mér ADHD, það eru 2 staðir sem eru mjög mikilvægir upp á vappan að gera. Það bæði middið og svo kannski svona mikilvægara middið sem að ég kalla, en það er vatnið upp á það svona eiginlega, mér finnst það verið eiginlega svona aðal svæði fyrir vappan. Já. Eiginlega. Já, termin væntanlega þá mikið það og annars það mikið líka bara að horfa á smóka. Ég meina það allt smóka í Anubis í byrjunarrándum. Já. Svo getur maður að byrja að labba í einhverja línur. Ég reyndar, ég viðurkenni það alveg, ég hef aldrei lært eitt einasta CT-smók sem á að loka einmitt á þessu svæði, sko. En ég með það sem sagt eitt gat núna, ég veit ekki hvort þú sást breytingarnar sjálfu. Jó, ég rétt svo sá þær áður en ég fór að sofa í gær og svo vaknaði ég og fór upp í flugvél. Já, það var einn staður, það frá, nú manni ekki hvað það kalla á íslensku, en headshot svæðið inn á B-inu, bakvið Apex spilarnar. Já, við köllum þetta Apex. Já, en það er ekki bara Apex, segir sér sjálft. Það er flesti sem að kalla þetta Apex. Þar fyrir ofan núna hægt að kasta utility inn í konnan eða electric. Þannig að þetta býður líka upp á auðvöldara retake til dæmis. Þannig að ég hlakka til að sjá þessa breytingar og miðjan líka, þar bara komin ný staður og ég ekki viss en hægt að bústa þarna. Það hægt að bústa þarna. Það ekki? Jú. Úff, það spurning, svona fyrstu viðbrögð við þessari breytinguna í miðjunni er að setjanir vilja örugglega vera framar núna. Ég meina metan á Anubis var búin að breytast yfir undir seinnipartina að setjanir voru mikið að gefa miðjuna. En núna þá alveg spurning að því að það svona samtvinnað ákvörðunin að gefa miðjuna og að gefa vatnið. Því að núna mun vera ógeðslega erfitt að halda einu án þess að vera að ýta á hitt. Því að ef þú gefur vatnið þá koma þér í því í miðju, ef þú gefur miðju þá koma þér í því gegnum miðjuna. Þannig að þetta svona að þú þarft að kommitta í að halda þessu svæði eða ekki. Já. Það verður alltaf, við getum einhvern veginn bara gíska, mér hlakkar svo til að sjá hvernig þetta en við erum alltaf tilbúin að fara í vítaspyrnu, þannig að við ættum bara að geta sé hvernig þetta endar. Alveg rétt, vítaspyrnan, já. Vítaspyrnan, já. Þú segir núk ég segi núk á sög, ég held að þessi... Nei, heyrðu, ok. Þetta einleið. Þetta er pönnis, er það ekki? Jú, ég myndi segja það. Ok, þannig að Saga, ég meina, eru þeir ekki að banna Inferno, er það ekki perma hjá þeim? Jú, þeir hafa verið mikið í því. En hvað pikka IA fyrst? Eru þeir að fara í Döstu eða eru þeir að fara í... Ancient? Sko, þeir eru með 2
möpp spiluð í haust í Ancient og unnu bæði en aftur á móti ekki í úrvalsdeildinu og hvað eru 2 möpp gott svona, er það nógu mikið data fyrir þig til þess að vinna með, en ég meina eins og þú sagðir, það er bara hárrétt, ok, við fáum að Anubis í kvöld sama hvernig staðan fer. Já, þetta í að pikkuðu Dust 2 í seinustu viku, en ég veit ekki hvort þú vilji pikka Dust 2 á móti Sögu, þannig að þetta gefur kannski vísbendingu kannski mappúlegar að Dust 2 Ancient og svo, ég veit ekki meira. Overpass, allavega ekki partur á því mappúli. Nei, ég veit að bæði liðin fíla ekki að spila það og Saga væntanlega banna Mirage sem seinna, þannig að þetta er bara, þetta er gullfallið. Ancient, ég átti minnst von á því. Ég held þetta er þið núgar náinn. Já, maður þekkir ekki mappúli hjá Ion nógu vel, en þetta VJ var mikið að spila Ancient með Kano. Já. Þannig kannski það faktor. Það er spurning hvort að þetta er mitt. Sko, ég held að Ancient sé líka bara svona fín upphittun fyrir IA til að svona, ok, ef að þeir, ég get alveg trúa að þeir hafa verið að búast við Anubis hafandi bannað núk. Já. Þannig að kannski eru þeir með eitthvað fyrir fram að sig tilbúið fyrir í Anubis og eru kannski bara, tökum bara uppbytun í mesta pugg í mappinu í dag sem að er eiginlega bara Ancient, er það ekki? Jú, það er alveg, ef ég er að banna núk í fyrsta á móti Sögu, þá er ég að búast við er ég að gera það til þess að forsa þá til þess að pikka Dust 2 á móti mér gefandi það í að vill Dust 2 með þeim vinkli að ok, kannski eru þeir að fara að henda þá bara curveball tilbaka á mig og pikka þá Anubis. Ég er til í þetta. Ég er mjög spenntur að við munum fá Anubis í kvöld og ég veit að eru aðrir í útsendingunni mjög spenntur að horfa á þetta heima líka, vilja sjá Anubis, hvernig það spilast og sérstaklega með svona einhverjum flinkum gæjum eins og Arnari Varko og Ati Hátti sem að finna bara eitthvað kjaftaði. Einmitt, þeir eru svolítið kreatív. Já, þeir eru bara að fara að mæta inn á server og finna út úr þessu þegar þeir eru komnir inn. Er það ekki? Ég get alveg séð það fyrir mér, einmitt, bara strax í gær og mappið kemur út bara, strákar, nú gerum við heimavinnu. Þeir hljóta hafa vitað það í að myndu örugglega gera eitthvað svona, eða væri heimara sem myndu bara banna núk og hleypa Anubis inn. Já, ég meina Varkur örugglega 5 mínútum eftir að Anubis kemur inn, þá er hann örugglega bara búinn að læra allt, sko. Er hann þessi maður? Já, hann þarf að gera það, hann spilar auðvitað, 12 tíma face-it á dag eða eitthvað. Jú, að vísu, já, hann alltaf þarf að gera það. Hann þarf að gera það. Annars er hann ekki samkeppnishæfur. Hvernig er mappúlið á face-it? Það er samt ekki, þú ert enda með eitthvað 8 möpp, það er í gangi, eða ekki? Jú, ég held þessu ennþá með 8. Það er ekki fast svona vító eins og við erum með í úrvalsdeildum og alvöru. Nei, þegar þú ert í premminu þá príbannaru möppin, þannig að þú velur bara, ok, ég ætla að queue inn í þessi 4 möpp. Og svo það er kannski vító en oft er bara valið sjálfvirkt, þú veist, hvaða mapp þú spilar. Já. Það er ekkert ekki á háa levelinu, en já, hann hefur sennilega gert heimavinnuna sín og ég hlakka til að sjá eitthvað nýtt dót til að nota sjálfur líka, sko, því að ég veit ég get ekki staðfest þetta með krakkin eða varginn að hann væri þessi típa, en ég vissi að Hátti væri þessi típa. Bara hafandi síðan spila að hann væri einmitt svona gæði sem að stekkur server og finnum eitthvað geggja, eins og núna á miðjunni bara, ertu virkar að taka vappalínu ekki að þú sé kannski að fara með vappa, en þú sérð væntanlega núna í rampin líka frá miðjunni. Já, og þú sérð öfugt, ég held að þú sérð líka frá stiganum, þá sérðu inn í hurðina á miðjunni. Já, meinar, já. Held ég, sko. En þetta þýðir að þú ert örugglega með betra spawn sem seti, eða ekki? Jú, það var eitthvað sem að reiknaði það út. Það er besta seti-spónið á móti besta terspóninu. Það ertu 1 sekúndu á undan. 1 sekúndu undan? Já, að droppa hana niður og terrina koma niður stíðan. Þannig að setjirnir eru komni með meira map-kontról. Já. Þetta verður áhugavert að sjá. Ef þeir ná að halda því. Það er ennþá hægt að smóka stiga frá spáni, þannig að þeir ættu að ná að halda því. Já, vísu. En þetta mun sannlega þýða líka að Saga þurfa að byrja að terða sem að þeir pikka mappið og Þeir byrja örugglega að setja, sko. Heldur það? Ja, sko, núna er maður ekki með nógu mikið gögnum nýja mappið, en Anubis var heavily terstættið fyrir þessa þannig að þú varst alveg sáttu með 4 C-round í prósinni, sko. Við þurfum að tjekka á þessu bara milli leikja, þá getum við séð hvor pikkaði hvað, eða kannski fengið eirun á okkur einhver staðar í milli tíðinni. En já, bara hendu okkur í leik þegar það er hægt, en Ancient, IA og Saga, hvað þarf að gerast þar? Er miðjan að fara að vera mikilvæg bara eins og í öllum öðrum Ancient leikjum? Er það ekki bara svona aðal faktorinn?
Já, það er þetta þegar þú ert með varg í liði þá hann kallar mjög oft eitthvað play sem að byrja rándinn og það gæti verið eitthvað cave pop eða rusha A eða rush út miðju þannig að það er eitthvað að fylgjast með því að þessi hröðu köll, þessi play köll það kemur örugglega frá varginum og svo kemur kannski aðeins hægara kall frá ADHD og maður sér alveg nokkuð augljóslega, þú veist, muninn á milli kallana tveggja og já, þannig að það er líka svona styrkleikurinn hjá Sögu er að þeir eru með þessar tempóbreytingar og þegar þær virka þá gera þær hitlið vel hrædda. Ég get alveg trúa því og það sést hérna þeir ætla að stefna fyrstu leiðina inn á æð, þar er Gutti inn að halda eins og ADHD er næstur kominn en þeir eru búin að taka gríðalegt svæði hérna í Donut í kjölfarið á að fá plantið niður. Þetta er bara mjög vel gert hjá þeim. Hundsi hérna ákveður að færa sig í Donut, styrkja þar með varginum krakken og þeir eru slakir núna en þá allir fimm lifandi. En virkar helviti vel samt sem áður. VJ núna hérna í bakinu, spila sér fyrsta leik í deildinni, tengir ekki í höfuð á Hundsa, næri þessu loksins andur og Trausti með 2/3 á meðan við erum að spekta þetta hinn og eiginlega bara bjarga liðinu. Þetta retake leit mjög samfærandi út en snýst svo við í lokin. Trausti, það er hægt að treysta á hann. Þegar þeir tala að pistolrondinni séu 50-50 þá er þetta nákvæmlega það sem maður er að tala um. Já, 100%. Á hverja einustu sekundu þannig að þetta getur farið í aðra hvora áttina. Mér finnst pistolrondin vera mjög random í síðust tvö. Þau voru random fyrir en þau eru ennþá meira random núna. Glokkan er svo sterk á ferð. Já, hún er líka bara sterk longer range sko. Hvað gerðist? Þeir gerðu ekkert meira damage á hana. Nei, þetta er auðvitað bara því að CS2 er svo mikið hraður sko. Sem er að halda þessu hérna gerir vel úr svo Ors fór að vísu bara einn djúpt inn á, restin er slök. Gutti komin hérna út á miðjuna og gefið það info geta verið slakir nánast allstaðar annarstaðar. ADHD hérna á miðjunni, það er enginn í rauða en þeir eru búin að opna aðeins á meðan. Nú eru þeir meira segja með einn mann í flankinu sem getur farið seint í bakið á bæði Hundsa og ADHD. Þeir ætla samt að koma sér rítekið meðan allir aðrir eru slakir. Delulu fer hann tilbaka, gleyma á bombunni, allt í lagi. Nú held ég að þeir séu bara búin að ákvaða að spara eða vona að þeir komi í sig á B en ég held að þetta sé bara spar eins og segi. Bomban mun fara niður og ég held að rítekið muni ekki gerast. Nei, þú vilt ekki fara í þetta, þú vilt frekar nota þessar byssur í næsta rándi, þú átt meiri séns á að vinna það ránd heldur en þetta ránd með þessar byssur. Og líka með svona lítið info svona seint. Það hangaði með eitthvað aðeins í kringum, spurning hvort þeir séu eitthvað að reyna á exits en ég held að sé rétt að þeir eru ekkert að fara að reyna þetta. Nei, þeir reyna kannski að drepa einn eða tvo ef þeir geta, eða fjóra ef þeir geta en ná kannski einu eða tveim. Mjög aggressífur þetta fannst áður. En þarna koma þeir fyrstu nála Hundsa en meira verður það ekki. Það er kannski svolítið djarft í þetta. Já, ég held að það var svolítið óþarfi að sækjast eftir þessu svona mikið en já, annars var þetta bara second round. Ef að CT tapar pistol þá er þeir örugglega alltaf að fara að forsa í second round á Ancient og þetta var áhugavert play hjá IA að senda einn mann upp B-ið með utili og fá infoið og svo voru þeir bara ready að fara A út frá því. Ef hann vinnur hann að fighta fara þeir örugglega B. Já. Þetta er svolítið mikið spilað eins en svona, eða ekki? Að bara senda einn mann inn að B og ég meina... Ég skal alveg vera hreinskilinn sko, ég spila eiginlega ekkert Ancient. Nei. Ég er nefnilega... Þú forðast það? Ég forðast það sko. Þetta er ekki besta mappin við þetta en ég myndi segja að þetta sé einfalt mapp fyrir ég er average Joe allavega til að spila en ég er ekki að tala um sömu leikmenn og við þetta er bara nokkuð Gutti Big, ég er bara mjög gótt úr 5-7 sýnir að hún er mjög sterk Spoon, rétt svo tengir hérna með höfðinu í spamminu og nú bara Delulu einn eftir á 2-vísu en þeir eru komnir ágætlega vel fyrir eina þeir vita hvergi hvar hann er hann tekur ekki upp bombuna veit ekki hvort að það fer bara fram í honum virðist hafa ætlað að gera það. Það mun eyða svo miklum tíma að klíra í kringum sig að þetta verður svolítið erfitt ránd fyrir hana því að hann þarf að veit ekkert hvar þeir eru. Hann þarf að klíra hvert einasta horn. Nefnilega. Hann hefur smá tíma, Skún nær samt að sækja sér AK þarna og koma sér inn á A núna og hefur þá svona smá öryggi bak við sig en
hvar eru restina af leikmönnum? Hann komið með bombuna, hann kýsa að fara inn í donut. Tíminn tikka bara hægt og rólega, Skún ætla bara að fela sig bak við Xbox. Nei, reyndar hann með línu hérna og með góða línu eða ekki. Svona allt í lagi, gæti endað illa. En hann að tengja snöggur, hittir á höfðið og þar vinna þeir gríðarlegt force. Hann að kasta akkanum milli, yes sir, þetta bara mjög efnilegt rándjöðum. Ég skil ekki alveg hvað gerist þannig fyrir utan Alobi því að Ors, ef mér skjálfast ekki, var með glokku og hann var ekki með primary vopn. Hvort hann hafi verið að spara strax fyrir... Já, ég veit ekki hvort hann samt ekki með það mikinn pening, sko. Kannski, þú veist, það hefur gerst við alla maður, svona, það einhver að rusha í mann og maður panikar og droppar byssunni, sko. Já, heldur það. Ég veit það ekki, ég sá ekki alveg hvað gerði, sko, en hann var bara að reyna að drepa gæja með glokku. Bara að horfa á þetta ríklega. Þetta allavega, tempóbreyting sem að virkaði og krakkinn á AT-AT núna með sikkort flaggi og mikilvæg frögg og ennþá betra AT-AT nær að halda þessu 2 kills hérna á A-inu og nú Gabbi 1 eftir og voðalega lítið sem hann getur gert hérna. Já, þetta round var eiginlega bara búið á 2 sekúndum. Það áhætta við að gerast þegar maður breiðir út úr sér og gera það sem að kallast default. Sjá hvað hann aggressífur með vappan. Nei. Svona snemma, það? Það ekkert annað. Það verið að láta vita af sér. AT-AT fyrir alltaf í hnífunana. Það 100%, sko. Ég kann að meta það, sko. Með vappan bara, hann öruggur. Já. Glokkur og verður ekkert kaup hérna, við sjáum kannski eitt flass eða eitthvað svoleiðis, eitt smókur. En eitt flass, þannig að þetta eiginlega bara do or die moment, en hvar fara þeir og verður ekki Saga búin að lesa þetta? Þeir eru með 2 menn hérna. Það taka lurksmók á B og hoppa þá væntanlega upp með honum. Þetta er ekki line-up sem ég notaði, en þetta er líklega line-up fyrir það. Sennilega það. Gabbi með flash. Jú, hann kemur að því. Svíkur ekki neitt, en sér síðan á sama tíma og infóið komið á undan, þannig að þetta eiginlega Saga sem ætti að sigra þetta round, segi ég. Hundsi í smábröstu hérna og skotið á hann í hausinn. Gabbi 1, en þeir eru komnir allir saman. Það ekkert við sem Skún hittir að meira segja gegnum vegginn úr Cade. Þannig að meira var það ekki með glokkurnar, ekkert plant, en þeir taka samt sem áður kaup núna og núna þurfa þeir að fara og finna sér, einhverja leið inn í rándið aftur. A-sætið var að virka fyrir þá, náðu að ná sætinu alltaf, en hvað gera þeir? Er það predictable núna? Nei, ég sko, í seinasta kvennrándi þá var Vargur 1 að taka miðjuna hjá Sögu og þeir voru 2 ready að fara að hratt, þannig að núna mæta þeir 3, það alveg spurning, sko. Stígur bara upp á Laugaveginn og næri svo strax niður, heldur þessu að fá að borga fyrir það. Saga eru bara disrespect að teiki hjá Ian, ég meina þegar þeir eru að koma þenni í gegn, það eiga gaurinn að vera flassaði, sko, en það var eiginlega engin flassaði alveg hana. Og tempóið var líka svolítið slæmt, ég meina þeir voru að hleypa Varginum í hoppið og upp á, þannig að hann var að drepa gæjan sem átt að koma upp þar sem þú gæti að Laugaveginn hratt. Þannig að leið að hann deyr, þá engin pressa lengur og þú ert með 2 eða 3 gæja að horfa á smók og þá, þú getur ekkert farið í gegnum það, þú deyrð bara. Þetta er bara búið þegar hann næri Já, eiginlega, sko, þá þarftu bara að reset og gera eitthvað annað, sko. Við erum með tekkur núna. Þetta bara spari ránd, en maður segir alltaf að það verði ekki mikið úr þessu, en það einhvern veginn alltaf afsannað þegar maður Þetta erfiðustu rándin, erfiðustu rándin. Er það málið? Já, sérstaklega á móti sumum af dígluspilunum í deildinni, sko. Það bara maður, hvað maður í gegn. Trausti, nær þarna ekki bara einu killi, heldur mjög fínu markatrófi og þetta verður til að þeir ætla að executa B og það virkar. Hundsi Fellir var síðasti maðurinn á svæðinu. Krakkinn kominn í bak og gerir gott úr þessu. Bomban ekki farið niður ennþá. Ors rétt svo slefar þetta kill, en nú Delulu og Ors 1-2 eftir. En hvar hinn maðurinn? AT-AT ennþá á miðjunni, slakur. Ors að koma sér yfir á B, tekur upp bombuna, en þeir verða að finna
einn mann hérna vita að krakkinn var á þessu svæði og hann meira að segja að halda Hann þessu. veit, já. Einu skref á undan má segja. Þeir klera þetta saman og Vá. eiginlega, oh my god. Nei. Þegar bomban fyrir niður þá er þetta kannski samt eiginlega betra fyrir krakkinn að hann hefði geta verið treytaður þarna. Bomban fyrir niður, það er strax, ég kallaði sigur í svona kaupum og nú er það bara góð að Búast aldrei við honum þarna, sko. ekki svona snemma. Hann með þess að spila tryggjadisiplinið og stækir bara tvistinn, ekkert að spila þetta. Þeir þurfa eiginlega að því að þeir biðu svona lengi, það er orðið svolítið augljóst að eitthvað gerðist með bombuna. Annars var hann löngu farin niður. Þannig að þeir vilja eiginlega ná mappkontróli áður en þeir planta bombunni. Leið og þeir planta bombunni þá vita sitjarnir nákvæmlega hvað er að Hvar þeir eru einmitt. Að þeir fá í rauninni infóið á undan hvar óvinnurinn er. Já, þú veist, þeir vilja perfect scenario þá labba þeir eitthvað, ná killi og vinna svo 2v1. Betra scenario, eða ekki jafn góð scenario, er að þeir labba eitthvað þar sem þeir eru öruggir og geta að spila afturplantið og forsta sitjan að láta vita hvaðan þeir eru að koma. En þeir svona fóru eiginlega bara inn á sæt og vissu eiginlega ekkert hvar sitjanir voru og svolítið, það er mun erfiðara að randa þeirna. Þetta er svona þrep, þú præður þessa plantið yfir að vinna rándi í þessu tilfelli. Já. Í svona early take hérna og 80 og Gutti fær eiginlega bara infóð, það eru fleiri með öllu þessu utility en þeir eru allir komnir hérna í retake áður en að byrja og snemma gerist þetta gappi með spray á 2 nær einum með VJ og 80 tekur ekki planturinn en tryggir rándið samt sem áður og þetta var eiginlega rétta í stöðunni. Hefði geta verið treytaður að snemma frá hinum en skýtur á rétta maður. Snöggur að hugsa og þessi tveir menni eru bara að vera herferðin fyrir sögu. Maður sér það svona á hinum að þeir eru kannski ekki alveg heitir. Þeir eru búin að viffa svolítið mikið og grimmt sko en Vargur og ATHT alveg bara hitta öllu. Og Íamegin, þeir eru með svo ógeðslega góðar hugmyndir, það vantar bara þessa fínpússun eins og til dæmis þarna Saga voru fljótir að ná að klíra miðuna og segja basically, heyrðu, þeir eru ekki komið mitt og 2 gæjar instantly eru farnir að. Þeir þurftu aðeins meiri pressu á miðinni til að halda þeim lengur svo þeir komast lengur út að þeir. Það vantar þessar örlitlu hluti þarna. Spila aftur þetta í þetta skipti er að bara krakkinn, það er Gutti líka en þeir eru komið undan 3 saman og þetta er bara klárað á 0-1. Saga eru konum með 7 og búnir að vinna þennan helminginn sama hvernig þetta fer en það er eitt sem maður tekur úr þessu, það er bara það að Saga, þeir eru komnir í gang, frekar, meira sér skún þarna fá að koma honum í action og það bara virkar mjög vel í að þeir eru ekki mættir. Eins og segir, þeir eru með góðar hugmyndir, þeir eru bara ekki mættir. Já, og þetta er kannski líka munurinn á milli neðri deildarliðanna og úrvalsdeild, Saga eru bara completely disrespectful. Ég meina, þú ert ekkert að fara að finna það endilega í neðri deildinni og það er svona culture shockið sem að þessi lið fá þegar þau koma í úrvalsdeild. Og Saga er akkurat örugglega topp 1 lið í því að vera bara disrespectful. Bara gatekeeperar. Já, þeir bara mæta og þú veist, drepa þig sko. Þarna smókinum, ekkert sem að kemur á óvart eins og skúrun er akkurat að droppa niður en nær samt að halda þessu. Já, ATHT með þessa línu líka. Já, eitt að vera nóg. En nú aftur Gabbi 1 og væri mjög til að sjá færri en 5 leikmann á móti sér og krakkinn hann er bara, þetta er einmitt bara disrespect, bara láta vita af sér, kontu, en þetta er beit, Gabbi kaupir þetta ekki alveg, en hleypur síðan út, skún er bara tilbúin að taka mótunum. 8. rándið, peningurinn glatari á Ía. Já, það er líka, ég held að ég séu orðin svolítið uppkroppað með hugmyndir, allavega ég sá ekki hugmyndan í þessu rándi, allavega. Nei. Og þegar þú ert 7-2 undir þá á það til að gerast, maður er svona, þú veist, ok, við höfum reynt allt og við bara... Farin í þinn eigin haus. Já, við bara náum ekki neinu, en eins og ég segi, það vantar ekkert það mikið upp á, ég menna þeir eru bara að, já, þeir eru svolítið augljósir, það er auðleysanlegt hvað þeir eru að gera, ég menna leið og eins og ég segi á mittinu, leið og ekkert er að gerast á mittinu, þá eru
Saga bara að skilja vargir einan eftir þannig í kringum sylluna. Hann búinn að klíra niður hérna bananan eða Laugaveginn eða hvað sem það kallað og það bara 2 gæjar komnir að. Ég meina Saga að sækjast í info allstaðar og þeir að fá það allstaðar. Já, eiginlega bara farnir að þurfa að halda eins og þeir séu sjökjum og bara hérna kemur þetta hætti og á næstu því á undan ná einu killin, VJ tauta þetta rétt svo í lokin, Skún gerir ágætt en sérðu hvað þetta fljótt að falla enn og aftur Gabbi 1 eftir og það ekki 30 sekúndur liðnar á rándinu en aðeins skárri staða núna en þetta samt erfitt. 3 leikmenn eftir og ekki beint léttir. Nei. Leita byssu hérna ekkert í boði. Ok, opnar þetta núna en hann þarf að klera. Hann býst aldrei við Hundsa kominn handa fram hjá í bombuna. Nei, mitt. Og eina að það ekki ADHD núna í baki á sig sem bara að fara að gerast. Hann bara komið með línuna fyrir Hundsaði mitt núna þannig að það erfitt fyrir hann að ná þessu. ADHD tryggir 9. rándi fyrir þá og gætu þeir enda á því að fá 2 stafa tölu í fyrri hálfleik. Þetta bara lítur vel út fyrir sögu. Já, Saga að fá þetta mid-peak þannig upp ledgeið, það þeir eru bara að fá það offrítt. Ég meina það engin mótspyrna frá Ellinu, það engin mótspyrna frá Banana heldur. Þeir ekki bara að vera disrespectful á móti? Og hvernig myndir þið gera það? Bara að fara í gegnum L-smókin á fyrsta tempói með gæja upp Banana, ég meina Þeir eru með skipnur, já, það fer ekki myndin mála, en negli bara flössan yfir og sjá þetta, Gutti sækir inn á okkar ekki á snemma núna í þetta sprengir upp hérna smókin, Skún spilar Andi, nær rétt og nær tungu, spreyja meira sig að hellir niður Orsi Lár líka VJ eftir Lulu, 1-2 eftir VJ gerir gott úr þessu en þeir eru bara allir komnir hérna og meðan Utility eru uppi þá krakkinn bara með byssuna uppi lokar þetta með þessum tvist og það komið 10-2 í mappiki hjá IA. Já. Ég segi það. Já, þeir eru alltaf með gott Utility, þeir geti gert smókinu allir. Saga, eða hvað? IA? Jú. Já. Ítur nú að vera. Hversu mikið það gerir? Krakkinn strax búinn að setja við eitthvað línu þetta. Þetta var line-upið. Ég var búinn að læra sér line-up einhvern tímann öll annað frá miðunni. Svo kom CS2 og ég finnst það ekki virka lengur. Já, ég var alltaf með á gluggan lengst hægri, það klunlega við. Þá veit ég að því. Donut, býttu, ok. Já, þetta selt. Þetta selt, mjög góð salva. Þarna sýnir einmitt bara að segja nákvæmlega. Pressan ennþá í gangi á Donut þegar að salan í 100% Lulu og allt í lagi. Komum með þetta, þrist og býttu síðasti maður lengst í burtu. Það meita og getur bara að stikka þetta. Gutti, þeir missa þetta. Vá, til Lulu. Gutt falluð þristur. Heitna skotið, sko. Setni í gang en samt í gang sem áður. Það bæði pistol fyrir í núna. Jú. Nei, þeir... Jú. Það ekki? Nei, retake ekki rétt svo í Nei, og svo var Trausti með 3K. Jú, alveg rétt. Það fór, já, pistol vorum að tala um það. Af 3 rándum, þá það 2 pistol og 1 anti-force. Ég veit ekki hvað maður að segja það. Þeir vinna 2 mest random rándin. Já. En þetta var ekki random. Þetta var Delulu að hitta. Þetta var Delulu bara, sko. En hann var samt 1 í þessu. Ég menna, treyti átt að geta komið, en Guttbandi fyrstum til samt og vonandi það nótið að koma honum alltaf í gang. Hann þarna með helminginu killinu sinu núna. Bústið komið upp á miðuna. Enginn að skora það frá IA. Þetta til dæmis eitthvað sem þeir hefði getað gert. Trausti komin inn að framalega. ADHD missir af hann með þetta. Jú, rétt svo sér hann ekki. Klerar þetta næstum því. Það geði bilurinn að fara í þetta púsi í þessu rándi, en ég reppa það, sko. Já, disrespect á móti bara, að gera, sko. Þú séu, það meira svo slærð og smá út af kortinu. Þeir eru núna að þurfa að horfa í kringu sig þarna, en hann bara ekki, hann fer ekki lengra. En þeir þurfa að spá þessu, og bomban var það líka, þannig að þetta kannski það sem að þeir eru, aðalega að spá í. Krakkinn ennþá bara mjög rólegur.
og meðan er Trausti að klera hérna á miðjunni. Krakkinn með línuna, tekur skotið, tengir ekki, Trausti rétt svo klárar þetta. Og nú Hundsi og Gutti komnir hérna og skora á þetta á miðjunni. Komnir út núna. Það er eiginlega bara Gutti í þessu, hann gerir samt ágætt úr þessu. Hálfur tekið niður en þá lifandi. Komin í rauða en þarf að fara lengra. Þeir fara á sama tíma með mann í donut og það er að hitta ágætlega vel og eina þeirra Trausti er í A-maininu. En þeir vissi á hann þarna fyrir löngu þannig að þeir ætti alveg að búast við þessu 20 sekundur eftir. Þeir hafa svo lítinn tíma saman. Smókurinn er góður. Hleypur hann síti í platti Getur ekki plantað hann að gamni. Ó nei, býttu þetta. Æjæjæj. Hundsi er búinn að spila aðeins svo mikið PUBG. Hann nú í besta liðinu á landinu þar, en já, vantar aðeins að hrista riðið af í Counter-Strike kannski. Já, þetta var típist svona, ég hef ekki spilað nógu mikið undanfarið play, sko. Ég elskar hvað kólar þetta líka á undan. Já. Ég gerir svona, ég spáði því, ég bara hugsa að hann á að vita þetta. Æjæjæj. Ég veit svo sem ekki til þess að Hundsi hafi eitthvað verið að spila, sko. Ég held að það komið svolítið óvart að hann sé í starting line-upinu hjá Sögu. Reyndar líka, verandi búinn að lýsa honum í PUBG-bylgunni að sjá hann hérna meginn spila tvo leiki, sko. Áhugavert. Framalega og gera gott úr þessu, neita þessu pistóli, bara alla leið. Krakkinn einn núna eftir P250 og draumur eiginlega bara. Færa vísu 1v1s og fær bara, ó nei. Ég elskar hvað hann reynir áfram með P250 bara. Byssan liggur þarna fyrir framan hann. Já, ég veit að það er chaotic í gangi en hann er svo ógeðslega hittinn þegar hann er kominn á peak, þú veist, 3 Red Bull eða eitthvað skilur. Þetta er eins og eitthvað sviss sem að fyrir í gegn, menn hann er kannski ógeðslega lélur í 7 round og svo bara 1v4 hann skilur. Og þá er hann bara búinn að gefa sér sjálfum egobústið. Já, akkurat. Hægt ráns hjá Sögu, það er double molli með sér út, ok. Þeir ætla alls ekki að láta það svona virka fyrir þá virka á móti þeim. Það er að halda Trausta líka, heyrir inn og steppa hann og hleypur hann ekki í gegn. Einn leikmaður eftir á B og hann er fallinn. Bomban fer niður á B og sennilega rándið Gabbi enn og aftur 1 og bara ömurlegt að vera hann. Enn og aftur. Það er ekki fyrsta skiptið og sennilega er bara ekki síðasta skiptið heldur. Það er bara svo fljótt að gerast. Það var góð hugmyndsaðum. Þeir voru með 2 hana í keifinu. Einn er að spamma því og reloadaði og bakkaði til þess að reyna að beita terrana í hinn sem var að halda línni. En vandamáli er að þú þarft að skjóta á gæjan þegar hann kemur, annars deyrðu bara. Og það var svona helsta sem hann vantaði. Þú þarft að klikka á músina þegar á sérð andstæðingin. Já, það var svona helsta sem að klikkaði þarna. Ég ætla hann að held að hafa ekki farið skot út hjá varginum, sko. Nei, á móti varginum. Ég var einmitt að spáði saman. Ég held fyrst að hann var ekki að fylgjast með, sko, en vargin í kúlunum mjög snemma. Þetta er CS2, sko. Þú veist, hann stóð kjur, sétt hérna inn í cave. Ef þú stendur kjur og eitthvað gæði svingar þig, þá ertu bara döður. Ég meina, hann er búinn að drepa þig áður en að, þú registerar að þessi gæja hana. Þú þarft líka að vera að hreyfa þig í píkið, sko. Er það máli? Er það metað? Já, annars þarf það að vera með svona 50 millisekundur í reaction time. Já, sæll. Þú veist það, kannski Max Verstappen sem að geta það, en ég veit ekki fleiri, sko. Já, krakkinn á 7 Red Bullum. Já, jú. Red Bull. Þetta er svolítið erfitt núna, ég. Já, og líka bara ef við horfum á kaupi sem er hérna í gangi. VJ með Famas, Delulu með Vappan. Þetta er einhvern veginn bara svona eitt af öllu og skrappjartkaup. Það er ekki keifun en ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona býta á það, sko. Byttu? Jú, þeir byttu. Byttu, það er bara alla byssur að tengja. Ok. Ég held að þeir byggust líka ekki við Vappan á að B.
og nóskóp og næstu annað krakken reynir gott en ok, það bara flawless af öllu, ok. Já, Það sem ég segi kannski að sko, Gabbi, þetta svona fyrsta skipti sem hann fara að vera með Já. almennilega og hafa með 6 kills á undan núna. já Með, liðið hans loksins lifandi. já, aðeins inn í roundið. en líka bara, þú veist, ég meina í þeim rándum þar sem hún kannski langar að gera eitthvað, það bara meikar ekki sens. Já, Og ég ekki, þú veist, ég veit nú ekki 100% hvað stöðu eða ról hann spilar í þessu, hvort að hann sé svona klötser, en það bara meikar ekki samt ekki sens, 1/5. Það bara, hann svona yklegur, ég veit ekki hvort hann sé að ykla en hann svona portlegur, skilur við. Já. Portu og yklið svona sami gæi, sko. Þetta bara bardagi á banana. Ok. Þannig að halda þessu aftur í gangi. Gabbi hitti spamminu. Það er bomba niðri, ADHD það núna að sækja hana. Gefur þeim meiri tíma til að fatta hvað er í gangi. Já. DJ Lár, vita hvað hann var, hann ætla bara að halda þessu. Þetta Gabbi sé að koma til hans. Spila treytið. Já. Þetta er einmitt svona það sem að ADHD, hvað maður að segja, hugmyndin er góð en þeir eru búinir að lesa þig að gera þetta og VJ af öllum líka vanum aður, kannski búin að spila meira á móti sögu. Þannig að það fer ekkert fram hjá honum. Þeir eru orðnir miklu efnilegri svona þegar maður horfir á skorbortið jafnari. IA eru farnir að bara líta mjög vel út og eina spurningin núna er það á seint? En það eru bara 4 ránd á milli. Það er ennþá eitthvað gott sem geta gert úr þessu og þetta er þeirra mappick þannig að þeir ljóta hafa verið með eitthvað í hugmynd. Já. Þeir spilaðu þetta 2v1 vel. Þeir eru auðvitað vissu ekki að bomban var droppuð, ég held ekki. Og leið og til vonið í 2 og bomban fer ekki niður þá þarf að vera að hugsa okkur hvað er að gera. Þeir halda bara, af því að þeir eru að búast við að ADHD sé að lappa í þá. Þetta er bara klína. Mjög stór clean-up. Krakkinn með digluna og... Hann er að tala. Ég ætla að segja 3 hausa. Nei, ok. Hann er ekki bara að hausa snakan mann, hann er að tala hérna á meðan hann er að klötsja. Hann er bara... Hann er að lýsa næsta rándi. Já, það er bara... Það er ræða í gangi. Ég er enda að dýrka þetta. Það gæti verið að hann sé bara að stilla upp fyrir næsta rándi. Þetta minnir mér svolítið á Sús þarna. Hvað er hann að... Einhverju löngu... Kannski er hann að reyna að peppa sig upp í hausana eða ég veit ekki hvað hann er að... Er hann ekki bara að kóla næsta ránd? Nær einum. Hann á ekkert að vinna þetta ránd, en... Ég ætla ekki að gefa hann ómikinn séns, kemur Nathan og gerir þetta ekkert. Í bak er Trausti, sækir þarna, hvað er þetta? 900 kall? 600 kall? Þetta er 9. Með autosjálfuna? Já. Nei, þeir voru búin að minnka fyrir auto. Úff, ég veit það ekki. Ég er náttúrulega aldrei auto. Nei, ég man bara, Shotgun voru alltaf að gefa það mesta peningin. En bara, ég nota ekki Shotguns yfir höfuð, sko. Næ, svolítið síðan. Mér finnst það svo lélegar í síðast tveim. Sko, mér finnst það líka... Það hausar eitthvað með max heaven og það er bara -50 í 5, sko. Ángrín, sko. Það er enda ofta á núk upp á gula, það er kannski svona einu skipti sem ég spila stúlur, sko. En... Það er maður... Já, hann er undan, hann er búinn undan. Hittir ekki, þurft að flikka. Heldur að sé hægra meginn, flassir mundur undan, hittir skotið. En hann er bara svo djarfur, hann píkar þetta aftur, kemur hann afturflass og nú tekur hann línuna af honum. En þá droppar hann... Rauða. Ó nei, enginn að halda þessu. Jú, ok, til Lulu, en hann er bara svo langt frá þetta. Hann er í rauninni með splitti núna. Þeir geta kallað sig yfir á AF. Þetta verður mjög erfitt B-hold. Já, ég er alltaf að klemma þetta. Mála. Gutti er bara með rotate, heyrið það hérna til Lulu, reynir að gera gott úr þessu en það er bara hann á móti heiminum og meðan kemur Gutti á versta tíma. Það er að segja fyrir IA, nú þarf hann bara að spá í þessu. Getur ekki haldið áfram að halda B-inu. Á meðan er Gabbi á leiðin hérna í bakið, hann gerir ágætt, tekur niður Hunsa. Þeir að minnstakosti eru báðir réttum megin en Gutti reynir hann gerir bara gott úr þessu. Neglir þessu. Svingar út frá neitinni, Gabbi, einn núna, en Kraken
segir bara, nei, það 12. rándi fyrir okkur og map point, þannig að nú voru þetta do or die fyrir IA og það bara til að komast í overtime. Já, þetta var svolítið doom to fail þetta B-hold. Því að þeir eru með gæja framalega og þeir eru með gæja side. Fyrsta kontakti á gæjan sem framalega og ef hann nær ekki fyrsta og öðru killi þá hann eiginlega dauður áður en að seiningagæjan getur hjálpað. Einmitt. Og þá eru allir að horfa á seiningagæjan leið og fyrstu gæjan. Og bara það að Gutti nái killinu í rotateinu, nei, bara það að sko hann stöðvar rauninni allt sem þetta Lulu að gera öruggur. Hann þarf núna að spá í bakinn á sér og heldur líka bara í kjöldfarið. En við erum með mann framlega á hennu líka, kastar góður í neitt síndist mér, hafi hitt VJ alveg langt niður. Enginn á B. Það enginn B, það rétt sem og hund sé bara það framlega, hann ætti með þess að bara geta svona nokkur neginn farið fram úr þessu. Þetta núna spilar retake og byggðul guðs sko. Það ætti að reyna að ná einu hérna. Komnir upp í rauða. Sjáðu, setji mennina, þeir eru að spá í miðunni. Þetta að vísu rétt að callið, en... Það var að missa það. Trausti, ok. Ors í bakinn á tveim, en hann býst örugglega aldrei við því að þeir séu komnir hann framhjá. Þetta insane, sko. Nei, hann samt að horfa á baku sig, sko. Split B. Ok. Meira hérna steppið, Trausti veit af þessu. Nei. Ors getur eiginlega, oh my god, þetta fara í svo allar áttir. Addi ætlar að sækja einn áður en að fer lengra. Kemur enginn á flassinu, hann með línu. Þeir vita, bombarinn ekki farið niður. Steppar aftur og Ors held ég heyri þetta líka úr þessu ferleið. Núna kemur stikkið, vilja ekki gefa vappanum sjens. Þá krossaður, reyna að fara bara saman í þetta og það dugar í að rétt slefa þetta ránd. DJ lætur ekki plata sig í klötsjá á móti hjá sko. Nei, það sést alveg. Hann með reynslan á mótunum bara, þurfum ekki að fara í þetta, bombarinn ekki að fara niður, hann að reyna eitthvað. Ef við getum treyst á eitthvað þá það ATHT sé að labba í kill í klötsjum með vappan. Það alveg 100%. Það að gera helling fyrir það að vera með VJ og í umferðinni í eða fyrstu umferð þá voru þeir með, hver var það aftur? Pjakkur, já. Já, en hann var ekki skráður í skjali hjá þeim, þannig ég held að það hafi verið neðaskipting, sko. Já, ok, en hann stóð sér samt vel í þeim leik ætla ég leik. En fá VJ inn, þetta var alltaf það sem að IA voru að leitast eftir. Já. Þetta kannski svona fyrstu official leikurinn fyrir hann, það samt að gera helling fyrir þá. VJ lítur vel út og IA lítur mikið betur út í þetta City main, þó svo að mikið af þessum... Já, þeir voru líka alveg eins og ég segi með góða hugmyndir í terrinu. Já, það er bara þeir hafa ekki farið á móti þessum anstæðingum sem að punisha á, skilurðu. Þessi góð, alveg yfir 200 damage þarna og sprayið gullfallegt. Wow! Gleypa þessa neitu og sprayið kemur bara þarna með í 3K eftir á. ATHT svona eftir, búin að spotta hann og geta bara verið öryggir og hrúa sig á bombinni. Þetta ránd unnið fyrir IA. Geggja 3K en ég hef ekki hugmynd hvað Saga var að gera. Þeir voru svo lengi að koma sér út að main að hann hafði tíma til að streifa til vinstri bak við kassan, kasta greinu, streifa aftur til hægri, croucha og vera... Ná píkin, já, ná sprayinu. Ná sprayinu. Ég veit ekki, ætlaðu að vera að bústa eða eitthvað? Ég veit það ekki. Það þetta greinan hægir á þeim, en aftur á móti það, þeir voru þannig bara eitthvað, ég veit ekki hvað þeir voru að gera. Með jútil uppi eða eitthvað, ég veit ekki. Hann var búinn að spotta það alveg VJ, eða ekki? Nei, það var bara jútil að fljúga, held ég. Kemur bara, bara neita bara út í loftið? Já, bara kemur, þú veist, jútil yfir, þá neglaði hann grunni. Já, það minna út frá því. Tandem jútil, þá bara aftur að gera gott hérna. Er það út í, eða? Ég þori ekki að segja Saga spila. Ég var löngu búinn að segja í öllum öðrum leikjum en að því að mér finnst þess og þú sagðir að Saga geta hendi bara eitthvað svona ok, Kraken callar núna eða öfugt og það getur bara breytt leiknum. Þó þeir eru búin að spila á þetta þá búið að koma of mikið af hættu stundum þar sem þeir geta bara veltu sig yfir en
Það verður bara að koma í ljós, en allavega þeir eru mjög nálægt í núna. Bara 2 ránd á milli og alveg góður heimur að þeir vinni þetta ránd. Traustið þarf að lifa hérna, má ekki deyja. Jájá. Nei, ekki bara aftur í þetta. Það er brjálæður. Nær einum. Aftur inn. Nú er ég að reyna að hugsa hvað myndi ég kalla ef ég væri Saga. Já, það hefur eiginlega ekkert verið að virka. Ég meina Hrattapús. Þeir hafa bara verið að, þú veist, þeir voru með frítt B-site, það var enginn á B-siteinu og þeir svona overcookuðu og fóru að gera eitthvað annað á töpuðu rándinu. Þannig að ég veit ekki, kannski, þú veist, þegar Gulli er búinn að vera einn í miðju og hann er búinn að vera að fá hellinga plássi. B-splittið, það virkar kannski aftur. Jó. Aðeins hraðara í miðjuna að býta það að þeir eru ekki að fá neitt á móti sér. Sem betur fyrir gerðu það ekki í þessu rándi því að núna fá þeir helling á móti sér. Já. Góð leita þarna. Virkilega, ekki hlusti, nær einum, en þeir eru búnir að ná einu manni á B-ið og nú er það hættusvæði, þeir eru konum með hratt rótið þetta og ennþá er hundsi í kringum aðeins, þannig að þetta er ekki endilega endalókin eða loka staðan. Þeir smóka sinn eigin gæja út. Ekki snirtilegt spray hérna, tengir ekkert og Skúli komið framalega nema að fái eitthvað frítt í gegn sem að hann ætlar að gera þetta Skúli leikur í gegn. Nei, býttu, hvað er að gerast? Ó, þetta er svo back and forth eitthvað, þetta er 2 á móti 2, hvað er að gerast? Þeir eiga ekki, bomban er ekki farið niður. Orðsvöldgappi núna í klötsunu, Mollin brennur hann niður og þetta er gullfallegt hundsi. Var A-lurker og ég held þeir viti það ekki samt sem aðra en vita á honum núna. 40 sekundur eftir og þeir taka þetta í overtime í að rétt svo nær að koma sér áfram í sínu mappiki og eiga núna sens og eiginlega hægt að segja að þeir líti betur út. En það er ekki eins mikil pressa á sögu núna held ég að fá aftur öll rándin. En nú er andstæðingur mættur. Ég er að reyna að fatta hvað hérna, planterinn deyr í gegnum vegg, en ég veit ekki alveg hvaðan. Það var vappinn, þannig að það hlýtur að verið úr 5-unni, því að það kickstartar þessu öllu leið og hann nær killinu á planterinn, þá fer allt í chaos. Ég meina það voru 3 sögumenn á sætinu að horfa 3 possur og samt einhvern veginn var enginn að horfa á neitt. Þetta var bara beautiful hjá IA. Þetta hvort þið getur haldið þessu áfram í overtime-inu. Þetta skiptir fyrir krakkir og fær bara hreint A-site og hann er bara búinn að vinna þetta ránd. Þó þeir vitið það ekki, en hann er kominn á A, kominn líka djúpt hérna. Þetta er vargur að hætta hann enn þessu. Að vísu eru mennirnir að falla hinum inn á mappinu núna. Ég heldur þurfi samt að fara að spá í því, sjá þetta. Hann er að fara í bakið á City, en þeir eru ekki með neitt. Nú... Það er að fara bak B, annars Ég ætla að segja, bak B myndi virka, en þeir eru að fara með bombuna á A. Hann mun falla núna til Lulu og það gæti kannski verið fínt fyrir stöðu. Ó, nei. Núna er þetta lurk hjá hann svolítið gagnslaust því að núna er hann komið með annan gæja og þeir vita að það er lurk. Það er hratt í til Lulu en krakkinn er kominn. Ná að vinna út úr því. Bomban fellur, en hann er einn eftir núna Gabbi og ekki með HP til að vinna með. Já, þetta var svolítið... Það virkaði á endanum. Já, en þeir náðu þessu á endanum, en þetta var mjög flókið ránd að fúsa saman hana fyrir sig. Þeir gerði þetta mjög flóknar en þetta þurfti að vera. Það gat farið í báðar áttir að þetta enda á til dæmis eins og nú þeir hefði verið báðir þarna í Donuturu lifandi. Já, killið þarna hjá ADHD á Donutskæjan er basically að svona bjargar aðeins smá. Algjörlega. Þeir hefðu náðu rótirnu frá B-inu en þeir hefðu örugglega ekki komist í gegnum afvörnina 2 á móti 2 sko. Nei, einmitt. Þannig að þeir fá fyrsta rándið hérna Terra megin, Saga. Og svo það var eins og Gutti fattaði ekki alveg að það væri nú þegar lurk í rauða því að hann fór líka í að lurka rauða sko. Já, einmitt, kemur þarna strax á eftir og eiginlega gefur eins og segir upp stöðuna út af því. En hann var komið City og hann hélt að væri öruggur en hann er eiginlega bara að breyta Gutta í rauða þannig að endaði á því að vera allt í lagi fyrir þá. Stókrunns í miðuna. Þeir eru byrjað að fatta það svolítið að IA er að gefa hellingaplássi. Ég meina, Vargur núna bara hnífu uppi, straujar framhjá.
sjá þetta og fer síðan aftur yfir á B og þetta á að enda sem B. Það er hætta þar, segi ég, en krakkinn er lifandi. Það er bara, það er rauninni hætta. Þú mátt ekki gefa þessum gæja applás. Oj. Aftur gerði hann þetta ekki bara í regular time. Kannski var ADHD með hann á leash. Já, einmitt, var hann þá með hann í ól bara. Núna bara, heyrðu, Arnar, það er komið OT. Skamm. Áfram með þig. Núna máttu það. 2 hundar í sögunni, sko. Veitir að geltir ekki, sko. Það er endið þetta bara á RC og City og Dólinsmókanir. Og það er enginn á það. Og núna sérðu muninn á vörninni hjá Sögu og IA. Hversu lengi þeir eru að fatta IA í miðunni að það er ekkert út á móti. Góð punktur. Alveg virkilega góð punktur. Þeir eru bara ekki... Meiri segja þeir eru að heldur að sengja á miðunni loksins. Þá er krakkinn að síðan í loksins að leita. Þetta er búið. Ég held að IA hafi gefið okkur góða tilraun. Herðu. Ok, býttu. Ég kastar körst og svona. Ég ætla bara að þegja. Leifur svo randi bara að spilast. Og gullfalleg tímasetningarna krakken og hann eiginlega vinnur út af þessu. Þarf að stikka hérna aftur og hann veit að fer seint í þetta býttu. Það er engin tími. Engin tími. Það koma þarna 3 ákvarðanir hjá krakken og hann neglir alla 3. Það er bara, hann er einu skref á undan. 31-19 sko. 31-19 einmitt. Heldur áfram. Bara að vera... Gamli karl. Sterkasti riffil sögunar. Það er hitta betur í annarskipti djókurinn sko. En já, þetta er mjög erfitt núna fyrir IA. Það er aftur á hliðinni þar sem að þeir eiginlega bara, ég ætla bara að segja, sökkuðu og bara voru bara ekki góðir. Þeir eru kannski búin að hitta þessu núna, það er eina sem að, og kannski aðeins búin að læra smá stöðu, hvernig þeir spila, hvernig þeir vilja spila, en þeir mega bara, eins og segir, ekki missa neitt. Mega ekki misti þessi neitt. Það er bara, þú orðaði VJ með vappan, framalega. Þessi lætur alveg heyri sig. Það er bara að geta þetta svo. Það er bara... Hann er í PUBG. Hulsi er smárasti. Hann er í PUBG. Það er airstrike sko. Það er bara... Til að fara hérna gegn Varkarur og horfa á... Keifið ætla ég að segja, en hann er nú... Tökkaður. Eftir á 3 núna. Góður smókur hjá Trausta, virkilega góður smókur hjá honum. Þú vinnur þetta ekki. Nei, ég held að sé bara, býttu, hann er samt að sprayja á mótum. Ég sá það gerast sko. Raid boss. Hann er raid boss sko, hann er stór hættulegur. Þetta var samt ekki... Clean hjá þeim. Þetta var samt eiginlega hundsi sem að opna þetta fyrir það sko. Já, þetta er ekki eitthvað rann sem að IA getur reprodúsað. Þú veist, þeir geta ekki rannað þetta aftur og fengið sömu niðurstöðu sko. Algjörlega, þeir þurfa að finna eitthvað annað. Ég meina, VJ var með línuna svo sem hefði getað, en hann bara fekk að heyra í manninum bara á þessu í hérna. Bara, ég er að koma hérna, verður tilbúin að klikka. Þetta voru bara 7-10 business dagar sem að hann fekk að setja þetta upp. Heyrðu, þeir eru búin að finna Heaven Smoke, það er allavega eitthvað til að stoppa þetta hjá þeim hann í heaveninu. Er þetta svona sem þetta endar? Ætli það ekki. Já, ADHD með perfect timing á pushinu. Jesús Kristur. Stop it, they're already dead. Held að það alltaf sé, já, það er góða fallið. Nei, ok, gullfallið. En já, það er endurlokkin. Ég held að Delulu geti ekki gert það sem að krakken getur heldur ekki gert. Þannig að ég held að þetta sé bara gott sem búið. Saga vinna sennilega mappið. Ekki bara grænda þetta fyrir okkur bara. Jú, ætli það ekki. Eða hvað? Nei,
allir mættir. En já, eins og sé, þá það saga sem endar hérna, já, fyrsta mappið, þannig að þeir stela í rauninni mappickinu af IA, það dugar ekki fyrir þá að fara í Ancient, en við eigum hitt mappið eftir, það Anubis, og ég mjög spenntur að sjá hvernig það mun spilast út af því að nú eru IA, ég sagði reyndar, þetta var fínt, þeir eru allavega búin að hita upp áður en að fá að fara í Anubis og ég vil meina þessu aðeins búin að hita upp en ég veit þeir eru eftir að gera svo skemmtilega hluti í Anubis. Já, maður veit ekkert hvað að fara að koma sko. Ég ánsjóks breytingin kom í gær sko. Gær kvöld, við erum að tala hvað 10 kvöld til. Ég vona bara að IA hafi sjálfir farið og leita eftir einhverju sniðu af því að ég meina auðvitað hljótar að hafa búist við að þetta færi í þetta map. En allavega Ancient, það þarf að koma eftir smá. Við ætlum að taka stuttar auglýsingar þið heima. Við sjáum ykkur eftir smá stund. Það sem við erum að gera hér í dag að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað að gerast á netinu að þá ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala alla netumferð sem í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún líka breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið geggjað. Það bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifað betra net núna á laginni, ever. Ég náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum swissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf svo tengd í burtu með 400 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi hússins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur Skjálfti ekki út. Já, hann kerir 24.000. Það getur alveg góð standi. Þú ættir að draga hann ekki. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það BLT27. Já. Flott maður! Ég sagði flott maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Drive a big car, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like this. Don't push me, cause I'm close to the edge. Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
Já, velkomin aftur. Við erum að fara í Anubis, við vorum að koma úr Ancient þar sem að IA gerðu gott og náðu næstu því að komast áfram með þetta en mistu sig aðeins hérna í lokin. Þetta var, já, ekki beint hérna, þetta leit mjög illa út fyrir þá í byrjun en þeir komu mjög sterkir síðan í lokin og voru næstu búin að gera gott úr þessu en þaðan kom síðan Saga og lokaði þetta og já, bara þeir missa sitt map pick hérna og við verðum eiginlega bara að horfa frá því og fara yfir Ancient. Já, og skori í þessum leik var kannski nær heldur en leikurinn var sjálfur. Þetta var svolítið svona brotætt comeback. Já, eiginlega. Það var eiginlega bara tímaspörsmál, þá náttúrulega Saga byrjaði að kolla blöffi hjá þeim og herja áfram á það. Það sáum við líka eins og sagði leið og fundu út úr því hvað þeir voru, sko þeir að sækja map-kontról á miðunni eins og nefndir. Það tók það smá tíma fyrir þá að fatta að þetta ekki mitt þar sem að Saga að spila og þá þeir bara komnir inn á það. Þeir voru ekkert að taka sér eins mikinn tíma í þetta og líka bara, það sást líka með snemma að Kraken hafa bara nú tek ég þetta einhvern veginn hendur og ég ætla bara að fara eitthvað í gegnum mappi og vera bara óþolandi og honum tókst það. Já, bara klassískt Vargs gameplay sko. Algjörlega. En við erum að fara yfir í nýjustu útfærsluna af Anubis og við veitum að margir spenntir fyrir þessu, ég og þú þar á meðal og hvað má maður búast við? Ég man nú aðalega bara eftir þessum tveim breytingum. Jú, svo var náttúrulega ein hérna... Fara kannski gegnum breytingarnar? Já. Það er komið glugginn efst í e-boxinu, þannig að úr e-boxinu þá getur þú kasta greinum yfir vegginn og hinum einn. Áður fyrr, það var súla fyrir utan e-box sem þú kastaði í og þá bánsar það eitthvað sko. En núna þá ætti það að vera meira konsistent, að molla hluti úr e-boxinu og flassa backsætið. Svo þetta í miðjunni, þá eru þeir búin að snúa hurðinni. Þannig að áður fyrr... Ó, það er snúið hurðinni? Já, ef þú stóðst aftar í miðjunni, þá gast ég raun ekki séð í áttina af glugganum eða þar sem terrarnir koma. En núna er búið að snúa við, þannig að þú getur verið sétímegin við hurðina og ennþá verið að halda... Fínni línu, Já. En þú þarft núna ekki bara að halda þeirri miðju, heldur þarftu líka að spá í gluggagættinni sem við og hvort sem að vera að bústa eða ekki, þá getur búist við að þó að maður sé alveg niðri að sé alveg heimir það sem að sjá í höfuð og stendur alveg í hurðagáttinni gæti verið. Jú, það er alveg líklegt. Ég meina ef maður getur bústað hana upp, ef þú ert aftast þá getur þú örugglega séð sko allan ef hann er í hurðinni þá líklegast. Og líka stíginn getur fylgst með nánast allir í miðjunni. Áður fyrr þá gastu bara horta á ef þeir voru að pusha miðjuna en núna þá sérðu eiginlega bara alla fremri miðjuna. Þannig að við kannski vitum ekki endilega hvort þetta sé meira benefit fyrir sétímannin eða terrin. Nei, og maður veit eins og ekki línurnar sko, sem maður getur haldið. Nei, einmitt. Ég get reynt að ímynda með línurnar. Ég veit ekki alveg hvort þú sért með hæðina upp á þetta að gera því þetta er náttúrulega sikkur í hæðinni sko. En svo er eitt í viðbót sem að ég man bara núna þegar við erum að... Kassin á A. Já, kassin á A. Þeir eru búin að setja hana kassa upp þannig að það sem maður áður fyrir kom úr kameru eða þristinum og þar sástu þá í pillarinn sem að hérna við. Nú er komin kassi hátt hana upp og það því líka að menn geta ekki væntanlega staðið þarna á bakvið sem að var rosalega sníki lína þar sem þú gast postað einum sétimanni og hann stóð svona alveg upp við headshotið. Ég veit ekki hversu mikið það affektar hann, ég meina hann allavega sér ekki neitt held ég út af kassanum, við þurfum eiginlega bara að fara inn í mappi til að sjá það. Já, svona fyrsta hugsun er að þetta hjálpar sétjónum að retaka æð, þú veist, þegar þú kemur hana út þristinn, þá ertu galopinn frá í öllu í raun, ég meina það er bara svona, þú ert að hitta góða tímasetningu annars ertu dauður, en núna er komin kassi þannig að gæinn á syllunni nær ekki að halda þér jafn vel og það er minna risk í því að fara hana niður þristinn og niður headshotið því þú ert komin með eitthvað til að fela þig bakvið. Þú veist, áður fyrir þá leið og þú tókst þessa ákvörðun, þá varstu bara galopinn og ef einhver myndi kíkja í þig einhver tímann og þú veistu þetta ekkert hvenar það er, þá ertu varst í raun dauður. En núna er það svona aðeins betra sko. Vorum að fá hérna í gegnum útsendingateymi, Vargurinn var að spurja í gegn hvað okkur finnst hárgreiðsluna sína, ekki krúnurakaðar. Já, það máli. Ég var ekkert að fylgjast með því, sko. Ég sýndist það, ég skil ekki hver krúnuraka segja galið, sko.
Hvað er það bara, já, segi svona. ég er þetta Dani, ég veit ekki alveg orðinni. Nei, já, menna það, Já. Krúnurækja, sköllóttur, en jú, ég menna. Er það ný hárgræðsla hjá honum? Ég held ekki, er hann ekki búinn að vera svona áður? Jú, hann er auðvitað að djóka, sko. Nú getur alltaf farið til Tyrkland, sko, það er náttúrulega bara... Já, er það ekki bara fram á mánaðamótum, þeir eru að hætta hérna ferðunum? Nei, já, ó nei, það er núna eða aldrei, sko. Já. Jæja, það er bara komið ljós, hverjir nýta sér það. En, já, enn og aftur yfir í Anubis. Þetta eru einu breytingunar, er það ekki? Þetta eru, það var ekkert eitthvað, ég get séð alveg fyrir mig, það er ekkert alltaf það sem að, developerarnir nefna alla breytingar, það hefur alveg verið eitthvað svona smábreytingar sem hafa gert sem að kannski er ekki eins impactful eða jafn mikið. Það getur verið einmitt svona, ég held að við komið einhvern tímann svona eins og einmitt breytt hurðum og bara svona ekkert sagt það í passfælum. En það er ekkert svo ég viti af, sko, og það eru þetta, ég held að þetta hafi verið svona smá svona last minute breytingar, ég held að þetta hafi ekkert verið planað hjá þeim, sko. Nei. Að þetta var svona, þú veist, mappi kemur inn og allir eru að tala um það er ógeðslega steikt að þetta komi inn og færi engar breytingar. Og svo að tala um það, þú veist, vanlega þegar Premiere seasonu endar, þá er komið update 24 tímum seinna. En þeir seinkuðu því. Þú veist, ég held að Premiere endaði í seinustu viku eða eitthvað og update var bara að koma núna í gær, skilur. Já, einmitt. Þannig að það er spurning hvort þeir hafi farið aðeins svona to the drawing board og hugsa svona, ok, hvað getum við gert til þess að lífga þessu upp á mappi og þetta er það sem er fundið upp á. Og núna er það bara, ég meina, hafa næstu mót til þess að sjá hvernig þetta spilar og ákveða þá framhaldið, sko. Er þetta þá ekki gert bara svona, ég meina, staðista mótið á næstunni það er Krakow, eða ekki? Svona ef við horfum á S-tier events. Þetta er kannski, ég segi ekki endilega að þeir séu endilega að spá í ykkur öðru en Major, en... Nei, hugsa eiginlega bara Majorinn, sko. Er það ekki? Jú, þeir hafa verið að henda út uppfærslum í miðjum mótum og ég veit að mér finnst það að vera svona, come on guys, skiljum, frekar að það er prólíka eitthvað svoleiðis, skiljum maður það, en kannski ekki alveg bara miðju S-tier mótið, sko, kannski aðeins að gefa pros breaks. To be fair, þá er eiginlega bara S-tier mót allar helgar núna, þannig að einhvern tíma þarfst að henda það er reynda, þetta er orðið svaka schedule. Já, það er alltaf eitthvað í gangi, sko. Talandi S-tier mót, þá erum við hérna í ljósleiðardeildinni að fara yfir í seinna mappið núna hjá sögumóti. Great segue. Það ekki. En já, hvað þurfa þeir að gera núna? Þeir eru búin að hita upp aðeins. Það er eina sem að ég horfa á, sko, þó svo að Saga hafi kannski farið og gert sig geggjaða hugmyndir og eitthvað svoleið sem að við höldum, en ég meina í að væntanlega eitthvað bara kannski ekki alveg jafn mikið á Perinu og Kraken og ADHD myndu gera það. Nei, og í Anubis sérstaklega, ég meina Vargur, þetta er örugglega eitt uppáhaldsmappi hjá honum, ég meina hann spilaði þetta áður fyrir endalaust í face sitt og þegar hann var í Ármann og eitthvað, þeir voru líka að spila þetta kannski ekki jafn mikið, því að þeir eru þetta, þú veist, meiri Nuke og Inferno menn, en þetta var alveg uppáldi hjá honum og ég meina frægur sigur Ármanns á móti Dusty þar sem að Vargur var með 1v4 hérna úr þessu horni, skilurðu, þú veist, þetta er ekkert nýtt fyrir honum. Nei, einmitt. En á móti kemur með IA, ég meina, í neðri deildunum var Anubis alveg mjög vinsælt, ég held að það var mikið spilað, það var alveg nokkur lið sem að, þú veist, eru með það sem permaban og eitthvað svoleiðis. En ég veit ekki nógu mikið mappúleira fyrir 6 mánuðum til þess að vita hversu mikið er spiluð á Anubis. Því að það er nú ekki, þú veist, ef þeir spiluðu ekkert á Anubis fyrir 6 mánuðum, þá er ekki eins og þau séu að fara að læra Anubis hérna á 16 klukkutímum, sko. Ég meina, Anubis er bara nýkomið í mappúlið, eða ekki? Jú, það kom fyrir viku og breytingarnar kom í gær, sko. Og Train á undan, þeir voru með eitthvað í Train spilaður, þannig að þeir eru að missa eitt svona ekki sterkasta mappið, menn þeir voru með 100% winrate í náttúrulega bara þeir unna alla leikinu sína, þannig að kannski segir ekki alla söguna, en það var með mest spiluðu möppunum hjá þeim líka, hliðin á Nuke og Death Ormer, glemir því, skiptir ekki máli, en já, það voru sérst þrjú möpp sem þeir spiluðu mest og Train var þarna líka, það voru með 4 og svo 5 spilaða Tala sögu? Nei, IA. Þannig að þeir missa í rauninni eitt mapp sem þeir eru að spila mjög mikið. Þannig að spurning hvort að þeir séu bara tilbúinir að setja þetta inn eða er eitthvað annað mapp sem það ætla að taka inn sem svona, að því að eins og Vítón spilast alltaf í best of 3, þá þarf það að hafa að minnstakosti 3 möpp eða ekki. Jú.
Bara það lágmarkið. Já, og mér finnst að 3 ég meina, þú getur verið með 3 og 4 svona eitthvað pugmap sem þú getur reddað þér með, sko. Þú veist, eitthvað Mirage eða Dust 2 eða eitthvað, þú veist, eitthvað svona. En sko, maður hefur séð svo mörg lið gera þetta, þegar það nýtt mappa koma inn í mappúli, það besti tíminn til að rótita í þínu mappúli, því að það engin annar með jafn mikið data og þú. Þannig að þetta svona... Já, þetta en á móti kemur að þetta mapp, ég meina, það var í burtu í 6 mánuði en þar á undan það var í mappúlinu í einhver ár, sko. Jú. Það ekki eins og þetta hafi verið Season sem var að koma inn eða eitthvað, sko. Nei, enga veginn. Þetta eitthvað sem maður þekkir. B-Rush með CT, það búið að vera gott. Strax hérna Saga konni með nýta sig gluggan hérna, stökkva niður. Gabbi nær að refsa þessu, þeir eru strax konni með elektrik hérna. Ekkert mál, Addi Hátti. Nei. Hann heyrir þetta, Nei! Þetta hefur ekkert með nýjust útfærslan að gera. Þetta svo mikið ADHD að maður ekki að djóka. Maður sér þetta poppa upp af og til á Global Offensive subreddinu. Þar sem að, þú veist, menn að spila í einhverjum silver lobbyum og þeir bombuna leið og hún plantast. Já, þú heyrir það ekki. Já, það ótrúlegt að sjá það gerast. Það 100% eitthvað sem heyrir þetta. Ég veit. Já, þeir vissu á honum, sko, þeir voru að hnífa nú eitthvað. En ekki sá sem að planta, hann fattaði ekki strax. Þetta var, vá. Hann svo mikið little shit, sko. Ég dýrka þetta, ég elska þetta, en þetta líka það sem að Saga eru eins og segir að gera. Þeir eru bara að disrespekta og ef það eitthvað bestur í þá það Addi Hátti. Sko, þetta bara þriðjudags bumbuboltinn hjá þeim og þeir eru bara mættir hérna til að skemmta sér, sko. En ég held samt að í að látið bara fara fram með sér byttu. Líkum væringarnar, Sjáum við hvort kastin sé hana. Jú, þetta 100%. Ok, þetta virkar líka fyrir mennina sem að koma inn á site frá TM-mönnum. Þeir þurfa ekki að spá í kameru sem fyrsta angul, það það bara nær. Þannig að þetta ennþá, þetta ekki bara CT maður sem að nýtir þetta. VJ, hann fær plantið, kemst Þetta alveg vinnanlegt, sko. Já, alveg 100%. Hann veit þetta ekki hvar skún held ég, En málið að þeir veit ekki neitt á honum heldur. Þetta að vísu eftir ólíklegt að hann gerir þetta og kemur hann strax hann á eftir og Hundsi veit að hann ekki að hugsa út í þetta, hann strax farin að leita annars staðar en hvar. Bomban ekki plöntuð fyrir VJ þar sem hann núna. Þannig að af hverju ætti Hundsi að búast við þessu? Hann eins og að hardcleara allt en aðeins að taka sér tíma í þetta núna getur VJ komið sér nær og heyri þetta en það engin tími fyrir þessu. VJ sigrar hérna seinna rándi fyrir IA og þeir eru aftur komnir inn í leikinn. Ég held að Saga hefði þurft að taka timeout eftir þetta Ninja Dev, sko. Þetta getur ekki hafa verið vel structural round hjá þeim. Ég held að þeir voru bara að hugsa allt annað í freestyle, sko. Það sést, sko, þeir fara hérna í pistolinu, þá eru 3 sem að stökkva niður út nýja gluggan og fara þar að fæta Con. Virka ekkert svo rosalega vel fyrir þá, en sem betur fyrir þá annar heili í gangi hana og hann bara strax kominn á stykki. Hann byrjaði að raklega þess að finna rauðavírinn. Ninja í pistolrándi. Það svona smá rampur á þessu, en þetta að klikka að sjá þetta. Allt í lagi. Rembist við þetta. Gabbi nær hins að gutta sem baku Hundsa áður en að hann fellur, þannig að spottar hann á höfuð. Kóla þetta út, þeir eru með map control núna en þeir eru ekki ennþá með nógu marga menn samt sem aður. Addi Hátti þeir hérna út. Komið með byssu. Og krakkinn neitar þessu sæti en þeir þurfa að fara allir 3 í þetta og þeir ætla að gera það. Það búið að kóla rótiti yfir, hann heyrir þetta, heldur sér lifandi og það komið hérna reinforcement en Trausti og Delulu negla þetta saman, síðasti maður Addi Hátti í bak, veit ekki hvar hann getur fengið 1 kill en ekkert kitt, hann svo langt í burtu, Terrin komin inn í e-box, þetta verður mjög erfitt fyrir hann.
Það þarf eiginlega að ná til Lulu strax og svo þarf hann eiginlega bara að gambla það að gæðin heyrðu, hann farin úr e-box. Það er Rembingur, komið AK núna. Trausti spila pillarinn og hann rétt svo nær að halda sig lifandi þarna 11 HP og ADHD fellur hann í lokin góð tilraun en Trausti heldur þessu öruggu og þeir eru komnir yfir sögun núna. Ég er bara að reyna að spá hvort þetta verði CT-map. Ég meina þeir voru alveg mjög fljótir hann ofan í vatnið, sko. CT-jarnir, það var að segja. Já, þetta er nefnilega, það sem ég hugsaði einmitt áðan er að þegar að CT-mennir voru að pússa gamla gluggan að já, þú gast alltaf gert þetta en þú ert með miklu fljótara, þú ert á undan í rauninni núna að koma þarna niður þannig að þú getur að þú ert með þess að smóka, einstaklega smóka þessuna í... Já, ég held að þessi molli þarna fyrir gluggan er að hann sé must fyrir terrana. Það er að segja ef að tímasetningin, ég veit ekki hvernig tímasetningin er, hvort það virkar fyrir þá sko að ef þú kemur hann vinstra með miðju mollar, hvort það sé nógu fljótt. Ég held að þú getur 100% kastað mollanum yfir frá einmitt hérna, nú er ég að benda på skjáðum á þessu svæði, en já, ég held að það sé 100%. Já, hann hlýtur að vera nógu fljótur sko. Það er náttúrulega að gera skaða, hvort það sé molli eða neitt, eitthvað. Já, þetta, veist, ef hann fær higg, þá er það nóg. Þetta er 1 sekúnda sem þú þarft að ná að stoppa í, sko. Rembingur. En þeir eru að sækja 3. rándið sitt hérna. Báðir ekki meira á sögu. ADHD bara að spila diglukill, bakka út frá því. En mér sýnist þeir alltaf bara að fara örugga leið. Þessu fær hann, nei, fara allir örugga leið hérna. Hundir rétt, svo heitir. Þetta var aldrei haus. Hann er með í búkinn á hann. Hann segir hund. Hann er að geta að spila Counter-Strike reglum lengur. Hann var með eitthvað, hvað heitir þetta í PUBG, modifications á byssunni? Já, hann kemur úr fallivinn á server, sko. Hvað gerist það? Fyrsta gunnan, þeir eru með rifla. Það sé vappi á jörðinni fyrir ADHD eða? Ég hugsa núna að... Það er bara díklu. Nei, kaupið þeim. Já, rétt svo kemur inn. En það er alveg gilt niður núna, þannig að það læra að vera með eitthvað búði. Nú er spurning hvort að hugmyndina er að utan server hafi verið ómargar. Þessi lína... Hún er juicy. Nú er hann eiginlega í kemni, hann samt fær ekki treyta á móti sér. Núna. Gabbi er að reyna að halda því hann getur, gerir gott úr þessu, straujar hérna hundsa niður. Trausti með grill hvar? E-box. 4 geta aðeins slakað á og jafnvel núna er þeir bara með 1 mann á móti sér. Hvar er hann? Þeir ætla að splitta á AR. Það er 100% Guddi, þarf að halda sér hérna lifandi og fellur hérna rétt í lokið. Þetta var bomban, hefði getað endað illa fyrir IA en þeir fá sennilega plantið hérna niður og rándið. Ekki nema Hundsi geti gert eitthvað kraftaverk og það er að fara í gegnum kameran. Hann gerir það, leikur hérna í gegn en Trausti kom með línuna á undan og sækir 4. rándið fyrir IA. Þá sjáum við spar-ránd hjá Sögu. Kannski verður þetta bara 10-2 fyrir IA og Saga comebackar og þetta fyrir OT og enda svo 16-13 fyrir IA. Ég ætla ekki að afskrifa Sögu ef að þeir fá 10 á móti sér út af því að þeir eru bara, mér finnst bara eins og skorlanið þeirra sem unpredictable, sko. Það er bara, þetta er svona face lið ykkur. Þetta er svona, þú veist, það er hættulegi leikmenn þarna en þú veist aldrei hvaða Sögu þú ætti að fara að fá einhvern veginn. Já. Þótt að gamla Söguliði hafi verið gott í Anubis, þá er ekkert, þýðir það kannski ekkert endilega að þetta lið sé gott í Anubis. Einmitt. En kannski hefur maður að setja of mikið valjú á nafnið, sko. Mögulega. Alveg eins og FaceClan, þá þarna, þegar þetta er komið í overtime og fara að líta illa út á comeback-móti, þá loksins, ok, öryggir, haha, rétt svo. Við vonum bara að fíblast í ykkur. Þetta lítur mun betur út fyrir IA og ég vona bara þeirra vegna að þeir nái að gera gott úr þessu. Þetta er svo þröngt gat. Á myndunum þá, manni fannst þetta ekki vera svona þröngt, sko. Nei,
Ég reyndar sammála, þegar hann var að fara þarna áðan þá var ég með þetta spátt. Er þetta rétt að útfærslu? Mér fannst þess að það væri miklu stærra. Já. En sá það einmitt ekki birtast á hjá honum. Þetta er eiginlega bara, þetta er rétt svo nógu stórt að það ekki kemst í gegn, sko. Núna hljóta Saga að fara að gefa manni eitthvað tengt nýju breytingunum, sko. Já. Taka vatnið eða eitthvað fyrir okkur. Allavega þetta gatan á miðinni ekki að gera neitt ennþá fyrir þá. Nei, ekki. Þú ert allavega ekki að stökka eitthvað niður úr þessu og getur líka bara verið að hafa bara gert heima auðvitað eru þeir að fara að nýta þetta. Já, þessi Monli er alveg nógu hraður. Það er ekki, jú. Alveg bara... Orðs vinnur vaffafætti á móti ADHD. Brennur. En VJ bara er að gera þetta einnina. 8-1 á honum og hann er bara að halda þetta gangandi. Þetta gat er bara betra fyrir Terran eiginlega lítur út. Það lítur alls ekki vel út. Gutti setur bara hendina á höfuðið og þeir eru ekki sáttir með þessa byrjun. Það sést. Nei, ég veit ekki alveg hvar vappafætin fór fram. Ég held að ADHD hefur pushað Alobi og tekið línuna þar og verið flastar á línu og Orrs kíkir. Það er þetta vont, ég meina sem vappi þegar þú ákveður að fara í einhvern ákveðin fæt í byrjun á rándinu og tapar honum og situr bara og horfir á restina á rándinu. Ok, þetta er breyting. Spilum eins og Matti var spilað alltaf. Já. Þetta aftur á móti. Aðeins og Djerfir þarna. BK-ina hjá honum ætti að vera að segja að það er ekkert að gerast. Nei. Spila þetta rólega, já, Ía. Vita að Saga eru... Dilúlu, ok, hann er ekki haldinu lengur. Trausti finnur líka aggressjoni hérna á Gutta. Þetta var bomban, þetta er hættulegt. Trausti þarf að fara tilbaka núna og Undi er komin hérna út á miðina. Hann að vísu tapar þessum barda en sér ADHD hann er strax búinn að færa sig. Það ætlar að halda þessu, láta þá brenna tíma til að gefa sér meiri líkur á að vinna þetta 1v2 með því að vera bara eitthvað stærra annars þar á mappinu. Gamlar á AF, fer að vísu mér hratt hérna út. Tímasetningin er góð, þetta er ekki bomban. Bomban getur hlupið inn á B, það er örugt. En enga veginn unnið rand fyrir Ía. Báðir menn lágir og báðir vita í rauninni hvergi hvar hinn andstæðingurinn er. Þannig að þetta er eiginlega bara hálfgert 50-50 þangað til að bomban er búin að tikka meira. Þannig að ef ADHD getur komið sér nógu snemma í þetta, hann er með smoke en hann getur ekki setið á bombinu eins og í pisturrándinu. Ekkert gitt á manninum og allt og lár fyrir spamminu. Hann ætlar samt að reyna það sýnist mér. Hann veit samt ekki hvar bomban er blönduð. Það var jafn fyndið, bara ekki fyrir sögu. En já, þetta var ekki hægt að playa. Hann þurfti samt, tíminn var að brenna, hann vissi það að vísu. Þannig að þetta var svona, ég get smókað 1 af 3 göngum, gamlaða þannig á 10 sekundar stykki eða smóka bombuna og vona að maðurinn hitti bara engu eða kolli bluffið. En ég held að kollir ekkert bluff þegar þú heyrir smók lenda á bombunni og ADHD er á móti þér núna. Nei. Þetta sé imprintað í minnið á Ía þó svo að þeir sé að vinna 7-1. Ég veit hvaða tersmók þetta var sem ég þannig fyrir utan nefnbústi. Nei, svolítið... Áhugavert. Þetta var instansmókur. Já, ok, hann lendi þarna. Mér fannst hann lenda í Apexinu. Oj. Ha? 2 skot í gegnum smóku og hann er í hausinn á ADHD. Hvort það hafi sést eitthvað smá þarna eða... Það hlýtur að vera, sko.
DJ að hitta. Þetta var eitthvað tengt nýju breytingunum því að Vargur var ekkert að pæla í þessari línu. Þessi lína var ekki til fyrir gærkvöldið. Það er rétt. Þannig að kannski ómikið að vera að spá einhverjum öðrum hugmyndum. DJ er bara góður fyrir Ace hérna bráðum. Það er erfitt að komast út úr varanum. Ég skil það, sérstaklega fyrir your average Counter-Strike spilara sko. Hundsi. En já, þetta round er búið. Þetta round er bara búið. Og það má þakka VJ fyrir það. 4 kills og opnar og eiginlega bara sækir þarna mjög mikilvægt kill á miðunni. Hundsi aðeins að leika sig við, en það er voðalega lítið sem það er gert. Hann er alltaf að búið. Sækir þarna 1 frag í viðbót en roundi var búið. Treytið var held í alltaf á leiðinni. 8 round fyrir IA, Þetta er ekki eins og ég átti von á. Nei, maður auðvitað vissi ekki hvort að IA hafi spilað Anubis eitthvað áður en það fór út. En ég ætla bara að fakta það hérna með það sem ég er að horfa á. Þeir eru alveg að spila svipað og þetta var spilað fyrir 6 mánuðum. Þannig ég ætla að skjóta á það að þeir hafi verið eitt af þessum liðum sem var í rauninni að spila Anubis. Er búið að loka hinum gluggunum núna með? Já. Það er svoleiðis, það var bara að svissa honum út í það. Já. Ég var að spá því svo á hann hvort ég hefði séð þetta rétt eða ekki, en já, það meikar sens, þarft ekki bæði þarna. Það er líka, það getur að sé á milli líka, það var reyndar innsendur að hoppa á milli. Það er ekkert að ganga hjá sögu. Nei, Ors finnur að aggressívan hérna í einu. Allt rotate farið, menn þetta eru gæjar að pressa B. Nú IA er að spila á þá skún, reynda flottan haus hérna á og Ors ætti að falla hérna, hittir ekki skotinu. Þeir gera ágætt úr þessu, en þeir eru bara farnir yfir á aðeins samt einhvern veginn að hika. Trausti er ekki alveg nógu traustur í þetta. Það er búið að neita þessu. Þeir eru konni með mann á A, þannig að nú er það bara... Þeir eru Gutta. Já, Gutti gaf frá sér hljóð. Og nú vita þær af öllum leikmannum hvar þeir eru og hvar þeir voru. Þannig að krakkinn þorir að kíkja til að fá staðfesta þetta info. Það lítur allt út fyrir að fara í áttina B. Seinni hausun hjá skún. Já, nei, ok. Spooky var framalega fyrir hér. Hann hefði hitt í gegnum Spookin. Það hefði verið, já, geðbyrð. Hundsi að hittir alltaf spamkúlunum með diglunni. Og skún, 3. hausinn. Ég held að. Hann heitur þessi ekki með. En þessu? Ég sagði ekki, hann var kastast kvöld sko. Reverse psychology. Gullfallegt. 3 hausar með skátunum. Þannig að hinga til höfum við þurft Ninja í pistol og 3K með skát til að vinna round. Já. Það þarf ekki mikið. Nei. Og Hundsað... Ég get ekki, hann er að standa sig vel núna, hann er efstur á skorborðinu á sögu núna. Hann er eins og dísellin, þetta kemur. Já, þeir eru búin að hitna, forstartið farið í gang, eða forheitarinn. Æj. Rakkinn, séð bara miðin eins og er. Stuði góð tímasendingar að trausta, en skún spilar þetta bara vel. Já, þetta er eiginlega bara fólk að fara í fæta og svo bara svona einhvern veginn bara rúlar þetta út frá því. Sjá hvað er komast upp með í byrjun rounds. Já, akkurat. En ég held líka í að voru að gera það bara frá byrjun út af því að Saga eru búin að vera svo aggressív. Já. En bara núna voru það bara búast fyrir þetta. En nú eru þeir farnir að þurfa að slást aðeins meira sjálfir. Saga kannski farnir að sýna smá meiri virðingu sem að er kannski ekki ennlega svo vilt núna þegar þú spáir í því. Já, eða kannski óöruggari á þessum mappi. Ég meina, jú, ég held að Vargur auðvitað spilar ógeðslega mikið og hann er örugglega búinn að spila, ég veit ekki hversu marga Anubis-leiki síðan að þetta kom í seinustu viku, sko. En eins og, ég meina, ADHD og Hundsi, þeir eru ekkert að spila, þannig séð. Nei. Þannig að... Ekkert að viti. Nei, akkurat, þannig að þetta kannski er svona... Þeir eru aðeins óþægilegri með sig, sko, heldur en í mappi eins og Ancient. Gutti, hérna... Það er mann í
Electric og þetta því þeir munu alltaf reyna á þetta, 5 lifandi eftir á sögu, komnir framanlega, Adjáti Klerar og Kraken og Guddi saman tveir, búin að ná þessu, það er bara 1 maður eftir og hann fær ekki að gera neitt meira, 5 lifandi og Saga sækir 3. rándið sitt og á bara góðan möguleika á 4. ef þeir halda þessu áfram. Já, það er þetta, núna er eitthvað, þetta er eitthvað ránd sem að ég myndi kannski koma óvart í, þannig að það er spurning hvort þeir ná að stíla við það. Þetta er hafa þurft að vera að sæta mikið af sóknum þarna á B-inu. Ég meina það eru 2 gæjar búin að basically dry-píka allan hálfleikinn. Þannig að kannski fara þær að breyta til, ég meina halda að það sé kannski 3. maður komin yfir á B og fara þá frá þær í miðjuna eða eitthvað svoleiðis svona. Einn á miðinu núna og það er Vappinn sjálfur, ADHD, komin línuna þar. Ors með línuna í Electric, þeir kemur Mollins seint en blössar ekki ADHD. Þetta er B-split. Þeir eru bara að sýna smá pressu á mappinu. Nei, þeir ætla miðju. Smóka ADHD. Þeir voru svona að græja sig í B-splitið sko. Já, ég skil hvaðan það kom, ok. Beit hann í þessa línu en hann vinnur bardagann, rólegur þarna skýtur VJ þegar hann er í loftinu, vandar sig. Bittu! Hann er treyta. Hann er one of a kind. 4. rándið sem að Saga sækir hérna á 3 í röð, þannig að já, þeir gera þetta eins og í að koma sterkir seinna í helmingin en þeir eru, já, við erum í þeirra map-picki afsækileg en nú fá þeir terrarliðina og það er kannski, það hljóta að vera með eitthvað tilbúið þar. Já, núna fá þeir líka að velja fætana, ég meina þegar þú ert í hérna þegar þú ert á CT hliðinni þá velur þú ekkert fætana sko, eða þú veist, þannig að núna geta þeir sendt varginn, þú veist, hittnasti gæinn sem er inn á server hérna í fætana í staðinn fyrir að vera að bulli þær á B-inu þar sem að margur er ekki, til dæmis. Já, Flassi hérna kemur, þeir fara inn á A og þetta er sannlega bara... Þetta er ekki mannast það. Já. Þeir ætla bara að reyna þetta allavega, VJ fyrir flotta 2 hausa þarna og ég held þeir ætla að spila þetta rólega restina af þessu, vita að þetta er keyrsla. Þeir eru hérna 2 að spila saman og Hinsi lappar í seinna killið, Kraken sem að fellur reyndar. Hinsi stikkar ekki plantið, treystir ekki, en það núna í örugt plant. Nei, þeir ætla að reyna að beita þetta út, þeir vilja vinna rondið og nú eru þeir að taka bardagann, trausti er lágur en þeir eru allir komnir í þetta. Bomban er ekki ennþá farið niður og getur eiginlega bara ekkert farið niður fyrir að þeir gera eitthvað í öllu. En það er ekki að fara að gerast. Engin bomba. Og, já, mjög flott, snirtilegt hjá þeim. VJ fær 2 kills og restin bara býður. Sjá að þetta er push og er ekkert að láta taka sig til að bjóða upp á miklu sterkari retake. Ég væri til í að sjá þetta pistol ef að VJ fær ekki 2, hvort það væri jafn gott. Því að það er auðvitað að spila hana 2 aftarlegir að taka, af því að þegar terrarnir koma í pistolinu þá er það alltaf að fara upp stigan og þeir eru alltaf að fara að reyna að taka fætinn CT því annars eru þeir ekki að fara að vinna afturplant. Nei. Og að countera það svona, það er bara áhugavert. Það var heimur þar sem að þeir fara 2 þarna upp stigan og þeir gáta alveg tekið hennan 2v2 fight, sko. Já, ef þetta er ekki 2K hjá VJ þá kannski fara 4 upp stigan. Þá er það munaröður fight. Nú split á A, það er endar enginn að koma frá A-maininu, Gabbi heldur þessu bara sterkur. Kraken fær ekkert úr þessu, ADHD 1 eftir og stekkur hérna stað. Það er Gabbi búinn að heyra þetta, kóla þetta út, þannig að það sést allar hreyfingar á City-mönnum og Saga er 10. rándið sitt. Það er svo mikið óþarf að fara í gegnum með að smóka hana held ég sko. En það var planið, þannig að það er allt sem þeir gera. 10 enn og aftur eru í að farnir að strengja saman rándum. Líta ennþá bara mjög snirtilega á þessu mappið þrátt fyrir að vera komnir yfir. Já, þetta var góð vörn hjá Ænu, hann var fljótur að fatta að hann þurfa að smóka þristinn og A-gæinn miðjugæinn segir, nær að tefja og koma út skadað. Einmitt, og bara hér sjáum við þá spila sömu hurðina, ekki... Hvernig kemst hann upp með það? Af því að það er Mach 10 að kíkja e-box. Ok. Af hverju er M4-un ekki
spilaður þar, frekar. Já. Það er bara hendum honum hérna ofan í vatnið. Bara leifðu hérna Gutta að kíkja bara vítt þarna út. Hundsi komið með M-fjarkan yfir á sig. Það var bara gefin spissa. Já, spottar hann á undan og ströggjar þetta bara. Góð 2 kills. Það kallast sigur góð neita líka og þeir eru komnir hérna. Ég trú ekki að Kraken skuli vinna þetta spammið. Ættu geta komið í gegn. En þeir spila þetta rólega, treysta ekki á plantið að gefa hann allavega bara sjens á því. Ég meina, Saga eiga 2 smóka og 1 flass og þeir nota ekkert af því. Það er bara, það mætti að halda þær að hafi farið og lært hvernig þeir ættu ekki að spila. Við veitum ekki eins og hvort þeir opnuðu mappið fyrir hennar leik, sko. En það er 100% að þeir gerðu eitthvað. En þetta er bara ekki að virka nógu vel fyrir þá. En já, smá tæknilegur örðuleikar hjá okkur, mér skilst að vera servervesen, við reynum að leysa það snemma. En já, þetta lítur allt út fyrir að IA eru bara að fara að vinna þetta mapp. Já, og þetta er ekki svona, já, Saga virðist ekki vera með neitt í þessu mappi til þess að... Nei, maður sá hugmyndirnar eru þarna, þú veist, já að reyna að stökka eitthvað út, en þú veist, það sama gerist hjá IA þegar vítjast eitthvað niður, þetta... Já, ég meina þeir byrja, þú veist, þeir eru ekkert að byrja rándinn á eitthvað sérstakann hátt, heldur þeir bara að fá einhver kill í sig hérna frá IA, ég meina að droppa hana úr glugganum og eitthvað svoleiðis. Og svo endaði rándinn bara illa, ég meina að lappa bara eitthvað 4 saman, þú veist það, já, segjum að þeir farið þarna og treyta killið, þeir eru ekki með neitt gæi að reddi að til að rotate eða neitt, þannig að ok, segjum að þeir fáið killið, þeir eru bara að vera 2-keðir eða 3-keðir af næsta gæi, skilur við. Það vantar svona smá dýft í það sem þeir eru að gera og það er furðulegt með að við Ancient sem vorum að horfa á, því að í Ancient þá voru þeir með, þú veist, flushin á leinið og þeir voru, þú veist, með Utili í miðju og þeir voru með Utili á A og það var alltaf einhverjir gæjar að stöffa og það er furðulegt að þeir missa það bara svona á milli mappa einhvern veginn, kannski þeir byrjuðu að slaka aðeins svo mikið á eða þú veist, nú eru við komin í Anubis og... Mér finnst eins og bæði lið séu svolítið svona að taka skref tilbaka hvernig þeir eru að spila leikinn og ég held að það hendi í að miklu betur. Því að þeir eru, þú sér það bara þegar þeir fá sér 2 kills, ég meina þeir geta sett 1 mann sem hann er að spreyja niður ykkur 2, það er bara plús, ég meina 1 kill er þess vegna kannski nóg, en þeir eru að spila retakeið frekar bara eins og að þeir eru að saga nærsætunum þá eru þeir bara að stilla sér upp fyrir retakinu og gera það snirtilega. Já. Þannig að ég held að það sé kannski svona að sem að ég tek mest úr þessu er bara þessi hægari playstíl hendar í að miklu betur. Já. En Saga, þeir eru að missa mappi frá sér. Þetta er þeirra mappi líka þannig að gæti endaði að við förum í, var það ekki Dust 2? Dust 2 og það verði bæði lið sem að unnu mappi ekki hjá hvort öðru. Já, það er spurning hvort að grafíkin var með þetta víxla eða eitthvað. Já, menna það. ég held ekki. Ég held að hljóta að vera rétt, sko. Já, nei. En jú, það hlýtur að vera. Þegar við niðurstöðunar allavega svona, þá er þetta mjög spes, sko. Það er líka... Mér finnst Saga að vera með minni hugmyndir í Anubis heldur en IA var með í Ancient. Þú veist, maður sá alveg í ternu hjá IA í Ancient. Þeir voru alveg með eitthvað hugmyndir, þeir voru með eitthvað sem þeir voru búin að tala saman og voru að exeka þótt að vantaði eitthvað vinkla á það skiluru sem að liðin eins og Saga er alltaf að fara að ná að punisha. Aftur á móti í Anubis, Saga, ég meina þeir eru í raun ekki að gera neitt, þú veist. Nei. IA á tersetinu sínu, þeir voru alltaf að molla, þú veist, þeir voru að double-molla miðjuna, þeir voru að kíkja B, þeir voru að fæta fyrir vatnið, þeir voru með ors í vappanum að halda e-bókslínunu og eitthvað svoleiðis. En núna, ég meina Saga, það sem þeir hafa verið að gera er að þeir hafa í raun bara verið að fara í vatnið, sitja þar, bíða smá og labba svo eitthvað saman. Já. Það er ekkert, það virkar á móti ákveðnum liðum, en liðum eins og IA, ég veit ekki hvort það virki það vel. Nei, það er líka kannski að þeir hafi meira verið búin að undirbúa playstilinu á sögu í þessu mappi. Kannski. Gæti verið, já. En ég held að sé, sko, svo náttúrulega líka, þeir eru aðeins búin að hitna, aðeins búin að fá svona tilfinningu hvernig Saga spilar og vill spila. Ég meina bara út frá síðasta mappi, það geti hafa verið að hefði þetta verið fyrsta mapp, þá verður að sjá allt aðra niðurstöðu. Já, kannski. En
En þessar breytingar, mér finnst að sko, stæðsti munurinn þarna miðinni, finnst mér, alveg 100%. Hann að breyta allt öðru í sig hvernig þeir að spila þetta, en stæmið á A, mér finnst það eiginlega bara að vera svona næstu í betra fyrir bæðilið, að minna random faktor hvernig þetta endar. Höfum eiginlega ekki komist nógu langt inn á aðeins til þess að svona fá alvöru teist af því sko og mér finnst líka breytingarnir í miðunum, mér finnst þeir ekki vera að nota það neitt. Nei, það spurning hvort við fáum að sjá það nýttar þegar við komum hérna núna loksins aftur inn í leikinn, afsakið þetta, en við vorum með bestu mennina í að redda þessu sem fyrst, þannig að við höldum hér áfram. Getur, já, Saga gert eitthvað, krakkinn á Galil. 4 rakar og við setjum varginn á Galil. Æja. Hann fær 1 kill, en það verður meira. Ok. Beitar þetta út, virkar fyrir hann en Ors hittir höfðinu og sækir 12. rándið. Það líka, treytin hjá Sögu eru bara non-existent. Ég held að það sé svolítið af því að það eru 3 menn í hverjum einasta leik að viffa úr sér lífinu. Já. Það er svolítið erfitt að treyta þegar að gæinn sem á að treyta þig er bara ekki að hitta skotum. Það er svolítið vont. Skún, hann er með 3 skátkill, 7 kill í heildina. Gutti veit að hann er mikið sterkari riffel heldur hann er búinn að vera að sýna hingað til í þessu mappi. ADHD, hann er búinn að vera tekinn á A eða bara þar sem hann kursar, næstu eins og þessi bara búinn að lesa það vel. Það er svona eiginlega eins og hann drepi menn óvart, Díglusbömminn og eitthvað sko. Algjörlega. En það er bara alltaf að fara suður í það, ég meina eins og hérna, krakkinn reynir að fara og sækja A-sætið á undan. ADHD að minnstakosti færi hérna á móti, en það er allir bara að labba í gegnum smóka, endri að sikkort sætið. Svolítið desperat. Algjörlega, bara þeir fá að minnstakosti B-sætið, en það eru 3 menn eftir og þetta var eiginlega bara happ og glapp hvernig það myndi fara. ADHD komið framalega hérna, en eru þeir ekki bara að búast við þessu? Já, það er alveg svakalega ekki búast við þessu. Já. Neglir þetta og þetta geti endað á því að við förum í núga, ekki nema Hunsi geti gert, hann er að spila miklu betur í þessum leik en hann þarf að gera mikið hérna, nær einum, hvar er hinn, heyrir til Lulu, reynir að fá hann í 1v1 en þeir gera þetta saman, mjög vel, beitar hérna með hljóðinu sínu og það endar þannig að við erum að fara í Dust 2 þar sem að bæði lið kunna mappið, það er ekkert bullshit. Ég segi það bara hreint út, það er bæði liður heit, mætt á server, núna það er minna sem að Saga getur gert eða komið með óvart í Dust, þetta er svo einfalt map. Já, og það er líka, við erum ekki að fara að byrja í einhverjum sætbardaga, ég meina upp á að Saga vill CT eða Saga vill TER, það er svona aðeins jafnara, þannig að núna erum við ekki að fara að sjá þessi one-sided ættum við ekki að fara að sjá þessa one-sided hálfleiki sem að þurfa að comeback í seinni hálfleik en þetta líka hentar báðum liðum allan að býst við þetta hendi í að fyrst það er pikkað á móti KPJ í seinustu viku og Saga auðvitað hefur ADHD hefur verið að pikka Dust 2 lengur en sumir leikmenn í deildinni hafa verið að spila sko. Einmitt. Þannig að þetta er spurning hvort það verði aftur bara nokkri menn á server en ég ætla að vona að við sjáum alla leikmenn á server og fáum mikið jafnari leik frá byrjun til enda. En það er bara ein leið til að komast að því og það er að taka stutta auglýsingapásu, fáum við það hérna og við komum síðan aftur til baka með Dust 2. Já, bíllinn er nýlega búinn í gang, sko. Það er 2 eftir áferðinni og hann er alltaf farið að hekla í allt sem hann er okkur. Og hann er líka nýlega yfirfarinn, það er bara skipt olíu og það skiptum allt í bremsu. Við skal plossa allt. Nei, þú þarf ekki að færa í því. Við sjáum hann allt eftir því. Alveg frá aðtölu. Nei, þú dauður! Þú dauður, maður! Þú þessi bissa hann eitthvað stóma? Nei, hann sé ekki dauður, sko. Hann er rauður, hann segir að hann er rauður. Þetta er kollegi minn, hann tala um eitthvað rauðan bíl. Nei, á klukka 3 mánudag. Það er ekki vandamóli. Já, passa mér yfir, passa mér yfir. Come on!
Völdu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
Já, við erum komin aftur og við erum að fara í þriðju umferð IA á móti Saga. Bæði lið unnu mappikið hjá hvort öðru. Það mætti segja að það hafi verið samfærandi en nei, þetta var skrautlegt en þetta var, spes kannski. Skrautlegt en ekki samfærandi. Nei, þetta var svona, við fengum svolítið að sjá allt saman. Við sáum, rándið sem að Saga unnu, það var Ninja Diffuse, fyrsta rándið. Það var 3K skátránd hjá Skún. Akkurat. Það var eiginlega bara, þetta var svona, ég veit ekki, bara glóri ránd hjá honum eitthvað. Já, bara hann átti einni. Hundsi einhvern veginn, sko, diglukillin sem hann hitti var svona, þessi diglukill skilur. Og ég veit ekki hvað meira. Þetta var skemmtilegt, en núna voru Saga bara ekki til staðar. Þar sem að við vorum að tala ég hefði alltaf haldið að þetta væri 2-0 þar sem að IA töpuði fyrsta mappi. Já, og ég meina, mér fannst IA ekkert verið að gera neitt sérstakt, þannig að það kemur mjög mikið á óvart að Saga hafi ekki náð, meira en það sem þeir gerðu. Ég meina, það var bara eiginlega verið að ráðast á alla staðina í vörninni hjá Sögu og þeir bara höndluðu það ekki. Nei, og það er kannski eina núna er að við getum vel bara vona að bæði liðsu vöknuð og fái að spila sinn besta leik út af því að við erum að fara í þriðja mapp. Þetta er fyrsta skipti sem að ég lýsi 3 möppum í langan tíma, þannig að ég fæ að sjá svona, það eru hnífar í byrjun, eða ekki? Jú, það eru hnífar. Þannig að við fáum hnífa í byrjun, þannig að það er ekkert ákveðið hvor meginn þú byrjar. En þetta er mapp sem að allir kunna, hvort sem þú hafið prakkat sem liði ekki. Þetta er svo puggy mappi einhvern veginn. Þetta er svo basic, svona fundamental sem að þú ert með í þessu mappi. Allir kunna, alla smóka, má segja allavega á þessu leveli. Ég veit ekki með það, ég kann ekki stakan smóki í Dust 2 sko. Í alvörinni? Nei, þoli ekki Dust 2 sko, persónulega. Ég er alveg sérstaklega að horfa á það sko, það er alveg, að horfa á pro-senuna spila Dust 2. Það er þetta í íslensku deildinni, það er alltaf eitthvað skrautlegt sko. Einmitt. Þannig að ég er til í Dust sérstaklega með ADHD einu megin sko. Einmitt. Það er alltaf eitthvað skrautlegt í gangi í Dustinu hjá honum og eins og þú segir, þetta er svona pug map, þetta er map sem þú getur alltaf reddað þér í. Já. Þú þarft ekki að vera með, eitthvað svakalegt execute eða svakalegar pælingar í því sem þú ert að gera, þetta getur verið eins einfalt og að, í grunninn bara ef þú heyrir í mörgum CT long, strauja út miðju, ef þú heyrir ekki í mörgum CT long, farðu út long. Þetta er svolítið reactive map. Farið til á A frá shortinu, það þýðir bara go. Nánast. Og hvar eru seinni menn að halda? Longinu, bíl, kannski eitt annað ramp, kannski einn að koma að setja nálægt. Þetta er svo, þú veist bara hvað næsti leikmaður er nánast alltaf. Já, og það hefur verið, ég ætla ekki að segja nýlega, en nær heldur en fjær, það hefur verið metan, breytti smá í að vera með svona einn joker í liðinu, gæði sem að fela sig gús eða gæði sem að fela sig inn á B eða eitthvað, bara svona þess að countera hversu static mappið var orðið, og núna er auðvitað komið, mikið meira, með smoke breakunum og það er komið smoke line-up frá A-inu fyrir longið, þannig að það er auðvitað fyrir CT að taka longið og þeir eru ekki alltaf jafn dauðir ef að terrarnir koma út long og mid to B-ið er ekki orðið jafn örugt fyrir terrana, áður fyrir þá bara boostið í raun, en núna þá getur þú brotið smókana og það er komið veggurinn þannig í terrspón, þannig að CT-nir geta verið meira að vinna með að komast út miðju, þeir geta hoppað sjálfur upp á shortið, þannig að það er komin mikil meiri dýnamík í mappið heldur en hefur verið í CSGO til dæmis. Og einmitt brjóta smókana, það er náttúrulega í þessu mappi þá segir það bara hellinga því að þetta er mapp sem er búið að vera það lengi að smókar voru búin að vera svona nokkurn veginn perfektaðir, en núna einmitt getur þú brotið bæði þennan smók og svo líka náttúrulega short-smókin þegar menn er að smóka Xboxið og eru kannski að labba catwalkið, en maður sé líka counterinn er CT-maðurinn, hann er farin að vera mjög duglegur að posta alltaf einhverjum manni framalega á shortið og jafnvel sjáum við oft 2 menn bara upp á að vera að halda líka í neðra í leiðinni, þannig að maður veit svona hvað maður er að fara að sjá. En með að við hvernig leikinir eru búin að spilast í kvöld þá eiginlega bara get ég ekki sagt hvernig leikurinn minn er spilast. Það er bara búið að taka öll expectations
og kasta þeim út úr gluggann. Maður veit ekkert hvað er að fara að koma, sko. Nei, en það er eiginlega bara ein leið til að koma á stæðu. Það er að fara inn í leikinn ef við getum. En hnífar, nú ætla ég að koma með prediction eins og, hvor heldur að vinni hnífa? En þú pikkar, sem sagt, það er kannski frekar sem ég ætla að segja, hvor hliðina pikkar ef þú vinnur hnífa? Þetta er eiginlega bara erfiðasta mapp held ég til þess að pikka. Ég er bara að fagna þegar ég tapa hnífum í þessu mappi. Þá þarf ég ekki að pikka hlið, sko. Ég er sammála því, sko. Ég persónulega fíla T-hliðina meira. Þetta er kannski 7-5 terr, þú veist, af því að terrarnir hafa bara það advantage að þeir eru með skotkraftinn. Ég meina þeir eru með Kalashnikov og eru með, þeir velja í raun hvar kontaktið kemur í rándinu, þannig að það kannski hjálpar aðeins. En það er líka erfitt fyrir þá leit inn í hálfleikinn leið og setjarnir eru komin með vappan og eru komin með efnahæginn til að halda þeim aftur. Þannig að það er alltaf mjög riski að pikka terr líka því að hvað ef þú nærið ekki að steamrolla í byrjun á hálfleiknum til þess að halda áfram tempóinu í seinni partinum á hálfleiknum. Þá var auðvitað betra fyrir þig að velja bara setji og vera þá að eiga það inni í seinni hálfleik ef allt fer á versta veg, skilurðu. Nú finnst mér svona nýjasta maður sér einmitt rosalega mikið að svona eins og ég var að tala að shortið, maður sá svona þegar það byrja að vera fyrst með mikilvægt setið voru farin að fara þanga áður en að gera einmitt sjálfbústandi breytinguna, sko. Menn voru farin að fara þarna jafnvel bústa 2 mönnum til að einmitt taka þessa línu, en svo voru terrarnir konið með þann counter að bústa í lower til að horfa þarna yfir kassan, en nú það er einhvern veginn, þetta er búið að fara svo leirað ofan á hvort annað, bara næsta skref, þannig að sko þetta er kannski betra fyrir sögu er að ef þeir eru on að þá verða þeir meira að brjóta þetta af kannski IA, svona það sem að IA vilja spila þennan venjulega döstleik sem að er yfirleitt svona hægur og en þarna geta þeir bara alltaf verið að bjóða upp á eitthvað nýtt en það fer alltaf eftir því hvort að þeir mæti á Sörur. Ég hef aldrei haldið að þeir eru kaldari í seinna mappi heldur en þeir voru í fyrra mappi. Ég sá það ekki fyrir mér og hvað þá svona kaldir? Ég tóku þá bara þurft eiginlega. Já, í staðinn fyrir að fá upphitun, þá fengu þið niðurhitun. Eiginlega, já. Er þetta að segja það? Kælingu. Kælingu bara. En já, þetta var áhugavert. En það er líka Dust 2 á Íslandi spilast eiginlega ekkert eins og sko úti. Nei, við erum svo þrjósk þjóð já. Að við tökum breytingum illa allan að það er allan að séu samfélagi þegar koma breytingar, sko. Þannig að það er oft sem maður sér Dust 2 ennþá vera spilað á gamla mátan. Þú veist, eins og það væri ekki self-boost eða að það væri, þannig að það er svona kannski einn maðurinn á server sem að ég 100% veit að er að fara að spila nýja Dust og það er Vargur, af því að hann spilar nýja Dust alla daga, skilur. Hann er í metanu út og hann er líka að keppa, kannski ekki keppa en hann er að spila með þeim bestu, hann er að reyna að klifra upp þennan stiga. Já, og þannig að maður sér mun meira gamla Dust vera að spila, þú veist, það er ekkert verið að nota shortið þannig séð, þú veist, þetta snýst allt longið hjá Íslendingum og þú veist, terrarnir eru ofta enda, ef þeir veit ekki hvað er að gera þá eru þeir ofta enda í B-splittum í staðinn fyrir eins og það sem maður sér oftar erlendis er að enda short, skilur. Það er svona margir mismunandi hlutir sem að maður sér Íslendinga gera öðruvísi og ég myndi hallast að því að þetta verður örugglega nær þeim því Dust 2 frekar en svona það sem maður sér ef maður er að horfa á ég veit eins og ekki hvaða lið spila Dust 2 erlendis núna, ég meina Falcons eru mjög mikið að pikka þetta, veit ég, og eiginlega, sko, ef þú ert með eitt af þessum sterkum vöppum, það er enda svolítið bara priority að spila það maður, þannig að það er yfirleitt mjög, og sömulegis enda með rifflana en í sömu stöðum, mittið er svo mikilvægt fyrir þeim, og það er alltaf, sko, þessi tímasetning á að brjóta smókinu í miðunni, það virðist vera svona, það sem við finnst vera svona mest spilað í metanu, sko. Já, ég meina við sáum bara ofvirk í seinustu viku hvað endaðan í 34 kilum eða eitthvað í Dustinu. Hann er galinn gæinn, sko. Hann sýnir akkur styrkleikurinn er meiri fyrir einmitt, þetta er mapp fyrir vappaspilara, hvort sem þú ætlar að spila vappina eða ekki,
þú ert með þessar línur, þú ert með þessar long range línur og það bara skiptir svo miklu máli og longið, ég meina það ekkert minna mikilvægt í nýjustu útfærslunni eða í metanu, það það sama koncept, þú vilt ná longinu og áður en á nærðu longinu örugt þá ert ekkert að rótita öðrum sjötimönnum nema og gefur þetta 100% og að spila aftar í rauninni, krossin. Já, og longi jafnvel ennþá mikilvægara af því að sko terrarnir komast núna fram hjá CT með einum smók. Þurfum ekki 2 lengur. Einmitt. En við förum í hnífana áður en við gerum eitthvað meira og krakkinn, hann bara, hvað hann að gera? Sýndist að vera að skrifa? Nei, hann bara eitthvað að taka 1v1s, nær einum 1v1 og fyrir síðan og gefur næsta, þetta er ákveðin strategía, hálfur, hvað næsti gerir svo vel? Þetta fyndið og þá stekkur hann yfir hérna. En hann nær honum ekki. Þetta actual strat sem þeir að spila þetta. Þeir nú bara að hafa gaman að þessu. Það sést að allir brosandi en þetta skiptir kannski öllu máli hvor meginn þú byrjar eins og segir. Sjá öll líkin á jörðinni. Já, öll þarna saman pælsa. Þeir vinna þetta svo. Gutti tekur þetta. Ég veit ekki. Jú, ætli þeir byrja ekki terr. Núna Ég sá ekki. Já, getum við skiptið þér á varginu eða sjá klippingu sem hann var að tala um það? Ég var að spá, hann krónurakar eða hann með aflitað hár? Þetta ekki vargur? Server issue. Já, server issue. Það svoleiðis. Vargur hefur flossbengi á okkur. Smá server issue, en ok, þetta nýfuna. Þetta var skemmtilega nýfur. Ert þú eitthvað að spá í að gera eitthvað svona stratt í nýfum? Það, þú veist, gerir þetta eitthvað skilja? Því að, þú veist, mér finnst alveg saman, þú veist, mappið það sem að kannski, þú kom með dæmi kannski nú, þú vilt miklu frekar byrja að setja mig þar eða ekki. Þú getur að segja það? Ég veit ekki, ég skal alveg viðurkenna það að í CS2 þá hef ég alveg verið að hallast að því að byrja terrinjúk, sko. Maður nær tempónu svo mikið betur og ef allt fer á versta veg þá maður með CT inni og getur kompakað þar. Það mikið erfiðara ef maður lendir á móti vegg, skilurðu, og ég veit ekki, 8-4 undir og svo áttu terrið eitt eftir, það bara, úff. Já, ég kannski að meina að þú veist, kannski einhver stað þar sem að þú myndir actually leggja í það að vinna hnífana, en það mikilvægt að þú actually gerir eitthvað strött. Ég veit að menn hafa alltaf eitthvað svona grófar hugmyndir bara, gera þetta, en það bara eitthvað svona on the fly. Það engin... Það ekkert ítalegt, það þetta bara að maður spilar, þú veist, nálægt hver öðrum, svo að fremsti gæi getur left, right og svo, þú veist, fer eitthvað í hann og þá getur næsti left, right, skilur. Já, og jafnvel, já. Það ekkert eitthvað, þetta ekkert eitthvað, Þetta ekki svo mikilvægt, sko. Ég hoppa hérna og sný mér í hring, þannig að, þú veist, þetta ekkert eitthvað. Það sést líka þó að þeir hafi verið með eitthvað svona strategi þarna, þá voru þeir bara brosandi hlæjandi, þetta skiptir ekki máli. Já, þú kannski boostar einhverjum eitthvert eða felur því í einhverju horni eða... Já, eitthvað svona, bara til að fá smá advantage. Já. En þetta skiptir ekki svo miklu máli. Kannski mest notaðan hnífastratið í Faceit, ef það einhverju AFK, skilur að vera á spawni. Já. Þú veist, það kannski mest notaða stratið, það mikið af fólki AFK í hnífum í Faceit, sko. Meira lengra nær það ekki. Nei. Bara þannig. En, okay. Ég mjög spenntur að heyra hvaða hlið Saga pikkaði. Já, við erum ennþá aftur að komast að því. Já. Við heyrðum eitthvað smá í eyrunum okkar að menn voru byrjað að skjóta þannig að þeir eru búnir að pikka. Já, lítur að vera. Hvert þeir fara kemur í ljós eftir smá. Ég ætla að gíska að þeir hafi byrjað 70. Já, ég held að það sé bara svona að því að þú pikkar T og það fer illa eins og segir, þú veist. En ef þú pikkar CT og það fer illa þá átt ennþá hliðina það sem að þið eru full force allir saman einhvern veginn og eins og segir getur ráði hvar þið eru fleiri á móti fleiri, getur svona kastað CT-manninu meira á milli, kannski. Já. Það þetta vandamáli við CT að ef það koma inn kaldir eins og gerði í Anubis, þá virkar ekki ef það bara vargur og bara ADHD eða eitthvað sem að hitta skotum því að þeir eru ekki að fara að fá endilega í öllum randum, vargur eru ekkert alltaf að fara að fá kontakt á gauruna þannig að og því dýpra sem hann fær kontakti, því fleiri sem að vinum hann sem hann sem eru dauðir, því erfiðara verður fætinn, þannig að Annað sem ég ætlaði að spyrja þig,
spónin, þetta er náttúrulega úr með þessi 5 spón, eru menn alltaf að spila spónin eða eru þið með settar stöður á þessu pro-leveli? Er það mismunandi? Já, mismunandi sko. Ég held að þessi sumir sem að spila spón og það eru sumir sem að gera það ekki. Það eiginlega fer eftir bara styrkleikanum í liðinu sko. Já, kannski. Og hvort að, já, einmitt. En mikilvægast að... Saga byrjar CT. Saga byrjar CT og þannig að IA stilla sér hérna upp með smóka. Þeir eru með menn alveg fremst hérna upp á miðinni og það er Hundsi, hann er komin hérna djúpt og einmitt plaffar þetta niður. Þá koma smókarnir og execute þar og eftir Gutti fellur á mikilvægasta staðninum. Já, mjög svo. Krakkinn fellur líka nær einum áður en að gera það. Dingar ADHD, bakkar, 3 á 3, retake á B. Þeir þetta strax inn eða ætluðu strax inn. En hætti hann að vera ADHD gegnum smókinn. Hann er að spamma bílinn og nærunum. No way. Mikilvægt. Lármaður og hann fer inn fyrst til að fá innbúið. Hann er líka bara að gera öll killin. Hann þarf ekki meira en 7 HP. Hvað? Ok. I got you boys. ADHD pistoli, hvort sem að þessi 3K eða Ninja, þá er hann tryggur þar. Ég var einmitt að fara að segja vargurðan og ofan á kassanum. Þetta er einhver posta sem þú vilt vera með Dulbarettas í. Já. Þessi fight, svona að horfa niður með uspu, þetta er óvinnanlegt. Ég ætla að segja það, svona... Ógeðslega erfitt. Sérstaklega ef að fyrsti gæðin hoppar út, þá er þetta bara, þetta er ekki séns, sko. Nei, enga veginn. Ég vil mun frekar vera niðri að taka fight með uspu heldur en þannig ofan á. Þegar þá ertu ekki að spá í heldur. Já, það er ekki að horfa niður á það. Bara að horfa á hægri vinstri, alltaf með hauslínuna, sko. En bara að gera það erfiðara fyrir ef eitthvað er. Kannski unpredictable en menn koma ekki slowwalkandi í pistolinu inn á B. Reynir að spamma þarna topp middið, tengir ekki. Þarna kemur einmitt sprengjan og smókin eins og við töluðum Reynir að fá info, sér ekki neitt en á sama tíma kemur Trausti út úr miðjuna og spottar þetta nærtinginu. Treyti kemur krakkinn rétt svo bjargar ADHD þarna. Vá, hvað hann er heppinn. Voru þeir að búast við þessu? Hann var allan tímann að halda þessu. Hann ætlaði að minnstakosti að skipta við ADHD, en þetta bara virkar. Ég held að hann hafi kannski ekkert endilega verið að búast við þessu, en hann hefur ekkert annað til að halda, þannig að hann gæti alveg eins verið að halda þessu. En það er spurning hvort ADHD bara byrjaði með undir 10 HP úr spóni, sko. Já, gríns. Það er alveg að gera gott fyrir það. Þetta er svona svo, mér finnst vappin vera svo consistently lár alltaf en heldur sér lifandi. Já. Og það er kannski það sem þeir eru bara bestur í að gera. Skún hérna á rampinum sér að halda þessu, ADHD gerir tengingu og gerir fleiri en eina tengingu. Það er líka flassasist þarna, Skún og Gutti saman bara neglt. Þetta er strax gott merki fyrir sögu því að þeir spilu frákvörðurum, það hefur verið að flassa fyrir þá. Það kom flass frá longinu, á flassinu þá var bæði ADHD að kíkja og Gutti og svo kemur vargur upp CT og klárar 3 manna crossfærið. Þannig að það er engin afsökun fyrir sögu núna að spila illa. Ég ætla bara að segja hreint út hérna, mér finnst það ekki. Það er að líta allir vel út hingað til. Taggið er náð á Skún sem að hleypur yfir á B-ið. Þeir eru 4 í lobbyinu en nú er spurning hvort við fáum IA á server. Þeir eru ennþá í spari, svona double spari. Það er hálfgert force, býttu. Ok. Flass, ready. Býttu, hvað geggja flass er þetta? Hvernig... Wow, það fór 90 gráður til hægri. Ég þarf að teka þetta upp. Hvernig náðu þeir líka að drepa Skún bak við kassana með tekku? Góður molli hérna. En þeir eru með svo sterk afkontróla. Býttu, nei. Gerist. Það reynir að segja. Það er ennþá maður á terspóni. Hvað var hann ekki? Ó, nei. Þeir eru bara alltaf að fara að stikka þetta. VJ getur eiginlega ekkert gert með byssu, en já, nær manninu með lónum, þannig að þeir vita þetta fyrir, ok. Þetta var... Já, þetta var flott round hjá IA, eða þú veist, gott XX, svona miðað við náðu góðu entry og eitthvað, þannig að það búið líka gott fyrir þá. Já, þeir þarna... Einmitt, og eru núna með byssur og þetta er kannski svona roundið þar sem við sjáum mest svona hvar bæði liðin standa mót hvort þau eru rifflar og bara fullt utility á öllu borðum. En í þetta skiptið þá eru þeir nokkuð dreifður á öllu mappinu.
Eru með í lower, eru með mann á B, top mid, 2 fyrir utan longið, en longið tekið af sögumönnum. Hvort þeir ætla að challengea það, en þeir eru að minnstakosti konni með shortið, uppstiltir fyrir flassið á short líka. Var það fake? Nei, ég held að hann hafi ekki labbað, hann langt, eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég veit ekki heldur. Ég hef aldrei gert þennan móla. Annars það, kannski var hann í röngu horni, line up í lúka rétt. Já. Kannski var hann ekki, stóð hann ekki rétt eða eitthvað sko. Hann springur, já, þetta svona á vappalínuna gæjan. Já, þetta þarna efst sko. En sem betur fyrir, enginn annan til staðar, þeir móla þetta aftur. Nei, þetta þetta Silmen, móla þetta, ADHD. Þeir eru allir hópaðir á shortinu, þetta stefnir eiginlega bara í shortið og feika hérna með utility. Það samt að búast við mitt B. Já, sérstæði mitt hérna og þetta er bara góð sala. ADHD samt með komið með línuna og á fríkiluna, hann dingaður og kemur sér síðan í burtu. Og þetta er það sem hann svo góður að halda sér lifandi, þrátt fyrir að hitta ekki, en þeir missa shortið. Mjög mikilvægt að halda því en þeir gera það ekki. VJ rétt svo heldur þessu lifandi, en nú Gabbi 1-3 og mannið er kominn á shortið og segir nei, ekki í dag. Það er 4. rándi fyrir sögu og þetta var kauprándin IA. Fínt execute, en þeir voru bara svo snöggir að koma að þeim frá sögu. Já, ADHD nær líka 2 killum af því að Flassi feilar. Hann er ekki blindur. Nei, true. Já, það er rétt. Flassið átt að klikkaði alveg þarna. Og ég meina, þegar þú ert að endrýja svona inn á site, leið og, þú veist, ef fyrsti gæinn deyr og hann er ekki treytaður, það gjörsamlega drepur í exekinu momentumið bara instant sko. Sérstaklega þegar hann er að halda þessar línu, þetta er svo ótrúlega langur gangi og hann er með þig á off-anguli, þú veist aldrei hvað þú þarft að stoppa og skjóta. Stoppar allt sko. Þetta er einmitt að erfiðasta svona við, þetta er bara besta vappalínan. Já, þessi lína þarf að vera flössuð. Hún þarf að vera ekki flössuð einu sinni, hún þarf að vera flössuð 2 ef ekki 3 Þá til að minnstakosti einn maður er komin inn á sæti. Bara flass. Maður hefur séð smókana, já, ég ætla að segja það, kannski svona, ég glemdi að nefna það, en svona nýjasta svona meta sem maður hefur verið að taka eftir í þessu mappi eru short smókarnir, þar sem að menni eru bara alltaf að taka late svona execute í 8A, en eru að stökkva niður í 70 og taka sér B split eða bara halda B rotationinu frá. Og það er spurning hvort við sjáum það, ég held við sjáum það. Saga munu gera það, þeir elska að gera það sko. Þetta er eitthvað sem við varum til að sjá í að gera eftir þess, en þeir eru bara að komast neins þar í mappinu eins og er búin að missa 2 menn núna afsakið. Þeir lúlu finnu treytið, en infoði bara komið svo mikið, hunsi framlega á shortinu, sá ekkert og krakkinn með longið. Þetta er bara map control. Já, ég meina, það hefur verið að spila þetta map svo lengi að ef þú ætlar að fæta þá í einhverjum fundamentals og einhverjum basicum í þessu mappi, þá ertu líklega að fara að tapa. Og ég meina, IA þú veist, þeir eru nálægt í að brjóta múrinn. Þetta rándu þetta fór í hengra hjá þeim, sko. En, já. Þeir eru nýjir hérna og hingað til, ég meina, já, við erum búin að sjá alveg skemmtilega leiki frá þeim. Þeir gerðu góðan slag í fyrsta mappinu. Þeir komu svo... Já. Ok. Þetta er alveg dugblastuplan. Þeir eru splittaðir sitjanir, þannig að... Miðum hvað þeir eru búin að ná B-sætinu oft, ég veit að það er búin að vera eitthvað. Nei. Nei! Sko, ok, hann var með vappan, hann har aldrei að búast við þessu, þeir bregður, ég skilði þetta. Eitt skot og hann líka leiður. Hann er svo stressaður af því að vinur hans er að fara að deyja ef hann drepur ekki strax. Hann getur ekki vandað sig hérna, hann þarf að drepa hann strax, ég skilði þetta. En þetta er bara svona unfortunate event. Krakkinn að lappa ekki inn í smókinn. Þetta er líka...
ef það voru einhver mistök hjá VJ þá það positioning af því að fara í þessa línu með þennan smoke bak við þig með vappa þú vill örugglega fara eitthvað annað með hann vappa eða jafnvel sleppa smóknum og skanna þig inn í lobbyið og cleara þá tunnelið en þeir koma úr long Saga ákveða að gefa taka miðjuna í staðinn og þá það erfiði parturinn að klára rándið fyrir IA. Einmitt. Þeir allavega, eins og segir, en á sama tíma þeir að missa alla miðjuna núna. Þeir eru komin með krakkinn bara í suicide-ið og þetta bara sprengtu smókurinn, ná kannski einhvern frost, nei, en þeir eru komin með sætið núna, þannig að bomban fyrir niður. Nú þetta bara spurning að halda þessu, bomban fyrir ekki alveg strax niður. Gott utility use hérna á stögu, en þeir eru ekki að ná að klára killinn. ADHD eiginlega bara... Hann farinn. Nei. Wow, hann sá hann í gegn. Og ADHD skýtur á eftir hann, ég held að nei, það rétt að þetta of langt gengið. Eina að bomban ekki plöntuð alveg fyrir langt, það heimir þar sem getið deffað. Þeir ætla að reyna þetta, en skún fellur, þeir eru alveg tilbúinni við að þessi möguleiki og ADHD núna einn eftir var alltaf að fara að spara vatn til öryggis og hérna spottar næsta mann. Hann ekki hræddur þessi gæði, sko. Þykja rándið, en hvað meira geta það gert? Hann deyr. Þetta var geggjaður rándhugja, þeir kláruðu þetta vel og ég setja spurningamerki við að Saga þeir seldu Hunsa svolítið. Hann var eitthvað einn inn á eitthvað að reyna að fæta þegar þeir komið upp rampinn og svo voru 3 gæjar bara ekki að gera neitt þarna í CT-rampnum. Ég sá sko þeir voru að sprengja smókinn og það gekk eitthvað svona ágætlega. Skún var alltaf á leiðinni í gegn, var samt eitthvað meira að horfa upp fyrir sig. Svo kom aldrei neitt og plantaði sko djúpt fyrir longið sem að hann kannski var að búast við. Það var svona eins og þeir höfðu gleymt í að þeir geta bara hoppað ofan á kassan og verið þá í spillottinu. Það nefnilega það. Ég viðurkenni að ég geri það sjálfur líka. Já. Það kannski eitthvað sem að menn þurfa svona meira að gera sér grein fyrir að þú getur aðstofa mennina mikið hraðar og heldur. ADHD finnur opnun þarna en fellur síðan strax á eftir. Kemur hann... Þetta gæti forsað ímynd bíið sem væri mjög erfitt fyrir IA. Bæði 2 á bíinu og 1 hraður í bakinu. Þetta kennir þér að íta ekki á spacebar af óþörfu? Nei. Mitt. Þetta að fara suður og þeir vita hvar síðasti maður og þeir sjá engan tilgang til að fara hratt í þetta. Krakkinn bara að halda þessu. Hann reyndar rétt, svo spottar hann. Gabbi núna spottaður, reynir að fara með hvert það þarf að fara og hvar þeir þurfa að skjóta. Skún tryggir 7. rándi fyrir þeim. Þetta ekki að fara eins og við vildum vonast eftir, en á sama tíma þá bjóst ég alltaf við að Saga yrðu sterkari í þessari seríu. En áður við fórum í þetta map, þó að það sé 1-1, þá eru IA í heildina búin að líta betur ef við teljum það með að þeir náðu að koma þeim í overtime í fyrsta mappi. Þeir voru með slaginn á endanum og þeir vinna seinna mappið, Anubis, samfærandi, en núna eru Saga að fá þetta samfærandi mapp fyrir sig og það bara er leiðilegt að það skulle gerast í 3. mappi en IA alveg ennþá heim þar sem þeir geta komið seint inn í mappið en það þarf að gerast núna því að þetta lítur bara engan veginn vel út fyrir það. Skún líka farin að hitta, komið með 12 kills á sig og bara allt predictable fyrir það. Má það gerist í næsta rándi eða? Já, pistol, ég afvísu, já, gefið þeim fullt kaup frekar. Þetta svolítið unfair, sko. Ég hefði ekki viljað vera með, persónulega hefði ég ekki viljað vera með Dust 2 í mappúlun á móti sögu af því að ég held að fyrir þess að gæja þeir fara bara í autopilot. Þetta bara muscle memory fyrir það. Já. Þeir þurfa ekki að vera að pæla inn einu. Þetta bara svona, þú veist, þeir hafa bara gert þetta of oft, sko. Ég veit alveg hvað hann meinar. Og ég segi þetta rosalega oft, sko, mér finnst þetta minna stressandi að spila Counter-Strike við hliðina á hinu leiknum sem má ekki nefna, Voldemort leiknum. Og ég held að sé aðalega út af því að muscle memory svo, vöðuminni bara þarna. Þetta svo svona, þú veist hvað þetta gera og veist hvað þetta fara og maður bara miklu rólegri í leik eins og þessum heldur en það sem að þú veist ekki allt hvað getur gerst, þekkir ekki á all möppin og svoleiðis. Já, bara þessi gæjar þurfa ekki að hafa mikinn spílatíma seinasta mánuðin til þess að vera betra en þú í Dust 2, sko. Einmitt. Og
Ía eins og sagðir, þeir voru bara svona fyrst að forma þetta lið eins og, já, svona í heildina fyrir 6 mánuðum eða eitthvað svoleiðis? Ég veit ekki. Nú, ok. Ég veit í raun ekkert þetta lið, sko. Ekki heldur, ég veit ekki það. En þeir spiluðu seinasta tímabil í fyrstu deildinni, þannig að þeir hljótu nú að hafa verið formaðir þá. Og þeir voru líka góðir í henni, þeir unnu alla leikirnir þar, en þetta bara lítur ekki vel út fyrir þá. Þetta er bara saga að rústa, hreinlega sagt. Það vantar fleiri flöss. Um leið eru komnir út, þeir eru komnir með gæja bak við bláagám sem að smókar mollan til að halda sér á lífi. En það er raun bara flöss til þess að hann kemst út. Það er engin flöss til þess að fæta eftir smókin eða í kringum smókin eða neitt. Já, einmitt. Sögumenn eru bara að taka fæta 0 blindir, það er engin press á þeim, þeir eru, meira að segja smókar til þess að þeir þurfa í raun bara að miða eitt stað því að það er smók til hægri og það er opið til vinstri, þannig að þeir horfa bara mitt á milli og of auðvelt í raun. Einmitt. Þetta er svona tveggja parta entry að koma manninum að bláa. Fyrst er að koma hann þangað, síðan er þetta að flassa út 2 menn. Það er að koma 2 angul í þetta eina angul á longinu til að bjóða upp á bardagan. En Gabbi hérna á miðjunni og næstum því í hann eða það? Nei, ég held að X-Ray sé að blekkja ykkur. Svo forritin akkur hann helt að línu, kannski var hann bara tilbúin að spamma. Vassið er gott, nú sér hann yfir. Það er bara, þeir eru bara að loka á allt mappið hjá Sögu og sért þeir hagga sér ekki, vita það líka að þeir eru bara sterkar í þessu mappi. ADHD finnur síðan opnir hérna á miðinni og þetta er bara fer aftur í það sem maður sagði í byrjun. Maður vissi að þetta myndi enda vel fyrir á krakkinn að leika sig. Hann hlægir þarna líka. Þetta er svona mest magnað að tekur síðan double-steppið, sko. En já, hann er með skafaðan haus, ég staðfesti það hérna. Hann er vel skafaður og... Vel skafaður og... Já. Það er svo vont þegar leikurinn komin út í þetta, sko, þegar maður er on the receiving end, ég meina, úr 8-1 undir og gæinn er eitthvað að viffa hníf bak við, sko. Það er bara, Við höfum allir verið en hann náði þessu á endanum. En ég meina, þó hann hefði tapað þessu, þá er þetta ennþá 9-1 og... Hann er að fara að spamma Gott flass og gefur hann þetta frag, en hvað nú? Þeir eru með longið, þeir eru með shortið, þeir eru með A-sæti, hvort þið vitið eða ekki. We're so back, sko. Það er bara all in núna, flassa allt saman, enginn að taka móti. Þeir ætla alltaf að kanna þetta hjá Sögu. Ég held að það sé líka, sko, og ef þeir einhvern veginn komast inn í þetta round, þá eru þeir bara búinir að brjóta í það. En Ía á að vera með allt hérna til að koma þeim áfram. Já, þeir reyni í þetta, þeir eru 4 með 10 skall. Einmitt. Engin ástæða til að spara þetta, 2 rátt eftir þetta eftir. ADHD fær killi hérna, nú 2 á 3. Plantið komið niður, nú fyrst byrja klukkan að tikka. Flass hérna á rampin ásækið. Reynir að taka... Það hefði þurft að vera aðeins lengri að þessu fyrst ADHD ákvað að fara löngulegin í afturinn á longinu, en... Og ég held að núna séu við líka bara búin að lesa að ADHD væri á shortunni eða... Já, maður er búin að... Þeir eru örugglega bara að hugsa að ADHD, hann er örugglega að spara. Nei. Æsa. Hann er lár. Þetta var svona kál. Það var ekki samfærandi. Heldur þið myndi ekki geta replikita þetta? Nei, örugglega ekki. Það er erfiði parturinn við CS, er að þú getur gert eitthvað ógeðslega rétt og eitthvað, en vandamálið er að þú ert að gera það aftur og þú ert að gera það 13 sinnum í leik, sko. Og í Dust 2, þú veist, það er bara svo mikið sem þú getur gert. Það sem þeir geta replikata er að vera með
forskot á IA og þetta bara það sem búið að vera svo erfitt til núna með 2. Býttu 2 að pússa upp top mid og báðir falla. Ok, þetta önnur leið inn í kortið. Magnaðan hafi náð að halda sér lifandi. Einnana gæti engi bjarganum og hann með vappa. Ok, aftur í 3v3 en ADHD búinn að pússa hérna lobbyið. En skópar. Og spottaður þarna. Þetta að opnast fyrir og ég myndi eiginlega bara segja að þessi söga þetta. Hleypur í gegn mollan, tekur upp vappan, 2 á 2. Ennþá eru IA. Lengi. Þetta úff. Gutt að fara að sjá bombuna hérna. Nei, ok, hann ekki nógu fljótur. Ok, spilar þetta rólega, vill freka fá öruggt kill og nú ættu bara að vita hvað síðast maður Ors vill eiginlega bara ekki gefa honum 1v1. Hann fer í þetta og þetta einhvern veginn nei og hann tengir þarna skún 8 HP, mollin góður, flassið ekki gott. Já, flassa sjálf. Ég meina þeir fóru í OT eftir 10-2 í Ancient. True. Heild svo það betur út í Ancient. Já. Núna ég bara að reyna að hugsa hvort að KPO hafi bannað, KPO bannar Ancient, þess vegna var ekki Ancient spilað, þannig að Dust 2 kannski Ancient frekar map sem vilja heldur en Dust 2 og þeir pikkuðu bara Dust 2 að því að Ancient var bannað í síðustu viku. Það getur verið, en á sama tíma þá þeir bara, þú veist, eins og sagði, þeir að spila fyrsta skipti á móti þessum liðum og þetta bara svo, þetta bara nýr leikvöldur fyrir það og það sést alveg að þeir svolítið að finna sig en þeir gott lið, þeir hafa þetta sko. Bara ekki Dust 2. Nei, það sem kannski að hjálpa þeim bara að Saga alveg pínu þekkti fyrir að vera bara unstable sko. Það kannski, já, en á sama... Í Ancient og í Anubis, það sást, ég meina þeir voru með, þú veist, plön og þeir voru með map control takes og eitthvað Skommar áður en að þetta kemur út, gerir vel, en þeir eru konu með bombuplantið og 2 menn á miðjunni. Vá, og Gutti hitti þessu. VJ býst aldrei við seinni manninum, það ADHD og nú 1 maður eftir til Lulu á CT, vita honum, konu með mann í glugga og það eiginlega bara engin leið inn fyrir hann. Jú, hann fekk 3K í pistolrándinu seinna pistolrándinu í Ancient, en hversu auðvelt það núna? Nær ekki að tengja og ADHD lokar þessu 11. rándi fyrir sögu og það fær bara að styttast í leiklok hjá okkur. Ég held að það sé erfitt að komast inn í leik og þú, hvað gerir þú núna? Þú ert ekkert að kaupa í þessu tilfelli nema þú... Ég held þú kaupir alltaf sem CT. Þetta of langt frá þér. Já, og ég held að þú sett líka bara mikið að kaupa sem CT í second round í Dust 2 sko, ef þú tapar pistol. Já, það alveg eina sem þú þarftir nokkur flush og þá þú ert alveg í byllandi séðans til þess að vinna sko. Okay. Þannig að ég held að þú kaupir alltaf sko. Þau verður þá að nýta þessi flush, þau eru bara 2 smókar, 1 grena og meðan eru allir komnir á longið, blass út með þessu og nú það bara að gera gott úr þessu, komnir hérna framalega, hvað geta það gert? 2 menn, halda sætinu, 1 maður, sér 2, ok, opið, sérst í vapparann á longinu en Skún reddar þessum málum, Ors ekki að tengja hérna, Kraken sömuleiðis, Trausti með fína leið en fer ekki alla leið. Og nú eru þeir bara 2 eftir og þeir hita af báðum. Kraken stikka bara plantið. Og þar höfum við það. Saga með map og match point núna og þú segir OT. Nei, ég sagði NT. NT. Ég leika bara Jarvir. Þetta var NT. Þetta var góðu countersmokana í rampinn og gullfallega 2 díkluskot hana en vandamálið að vara þeir voru í raun 3 búin að gamla B-main þannig að það væri lengin hjálp. Nei, þetta þannig að það NT. 2 skátar núna á IA og þetta bara desperate sko. Það og ég verð að bíð með 2 skáta. Ég ætla bara að klára þetta. Ég held að. Hvor segir það nær einum. Oi? Oi?
djöfullegir hausar. Já, maður í bak. Heiðu í klandri núna maður. Og fer einnana inn á en það virkar. ADHD núna 1 á 2 hleypur inn á og nær seinni manninum og rétt svo klössar þetta. 1 á 3 og lokar þessu fyrir Sögu. Það þurfti mikið til en þeir náðu að slefa þetta á endanum. Hvað var þessi leikjaserja? Ég eiginlega veit það ekki. Sko, fyrstu 2, kannski 3 vikunar af tímabilinu maður alltaf að eyða í það að reyna að raða liðunum í styrkleikaröð. Okay. Reyna að fatta, okay, hver betri en hver. En núna, ég meina, eftir þessar 2 vikur, ég engu nær. Ég meina, þessi leikur var ógeðslega close. Dusty var að tapa í gær. Þór tapaði í seinustu viku. Ég held að eina liðið sem 2 sigra VK. Já. Restin eins og með 0 sigra. KPJ að leika morgun. Þannig að ég engu nær hver. Nei, þetta einmitt ennþá svolítið snemmt til að segja og sama með IA, sko. Ég er sáttur að taka 1 mapp af Sögu. Já. Það sigur. En þeir gerðu líka mjög gott í fyrsta mappi með því að koma svona langt eins og þeir gerðu. En ég held að Anubis séu örugglega núna partur á mappluninu þeirra meira heldur en Dust 2, sko. Ég held það, allavega Dust 2 þeir munu endurhugsa sig. Já. Sko. En Anubis þeir voru skemmtilegri Anubis og þau líka, það virtist bara henda mjög vel, einhvern veginn. Hvernig, sérstaklega þegar maður horfði á rítekin. Þeir neldu nánast á rítekin. Já, og ég meina þeir voru, það er alveg augljóst að þeir voru með plön og þú veist, þeir spiluðu mikla pressu og náðu að enda rándin vel líka, skilur það þetta, þú getur sett eins mikið að pressu og vilt hvert sem á mappinu en það skiptir engu máli og þú nær svo ekki enda rándið. En IA, þú veist, þeir höfðu engin vandamál við þann part af leiknum og þú veist, það var eitthvað sem að Saga átti í erfiðleikum með til dæmis í Terrasite Ancient. Ég meina, þeir kannski byrjuðu rándin vel en þeir náðu aldrei að klára þau. Nei. Þannig að það er alveg mikið af góðum merkjum hjá IA í sumum möppum og sumum hliðum, kannski ekki heilt yfir eins og þú veist, það var eiginlega ekkert í gangi hjá þeim í Terrinu, til dæmis í Ancient. Við sáum ekki mikið af CT-inu þeirra í Anubis. Nei. Og þú veist, Dust 2 var auðvitað bara líka, sáum í raun bara eina hlið hjá þeim, það var Terri þeirra og það var alveg, þú veist, það var eiginlega ekkert í gangi þar. Nei, allavega, já. En til dæmis Ancient CT-sætið þeirra, það er alveg góð plön. Þeir voru að vinna vel saman, það var verið að jútilega fyrir þá og allt svoleiðis. Anubis Terrasite var líka bara, maður sá ekkert þeir voru að spila bara mjög hefðbundið, þú veist, mikið að nota double-mollana í miðju og berjast fyrir vatninu og ná góðum entryum að vinna mikið í kjörnum e-box og eitthvað svoleiðis. Þannig að það er alveg helling af hlutum sem þeir geta byggt ofan á og ég held að þeir verði bara betri bæði eftir því sem að tímabili líður og líka eftir því sem við spila meira. Þú veist, þegar þú færð leiki á móti Sögu, þegar þú færð leiki á móti VK og Dusty, þetta eru leikir sem að matjóra þig mjög hratt, því að núna er það allt í ánum móti gaurum sem þeir kollablöffiðin og þeir punisha hlutunum sem þú ert að reyna að gera og ef þú mætir bara einhverjum gaurum sem eru aldrei að gera það, þá lærir þú aldrei, skilur. Þú þarft alltaf að ýta þær áfram og ég held að IA sé lið sem að rises up to the challenge. Ég held það líka og sérstaklega að tala að þeir eru núna komni með VJ inn í line-upið sitt sem að hann með reynsluna, hann alltaf að fara að vera gott input hvað varðar þessa hluti og það getur vel verið að hann hafi komið með eitthvað strákar, ég veit hvað Saga með gera og þeir hafi kannski adaptað í miðjum leik eins og þeir gerðu þarna í Ancientinu. Akkurat. En já, það er allavega ekkert annað en að segja bara til hamingju með Saga en mig langar að spyrja þig MVP, er eitthvað sem dettur í hug hjá Sögu þar? Nema The Obvious. Og þeir segja The Obvious, þá er ég aðalega að nefna Varginn, en ég veit ekki hvernig það var nefna út af því. Mér fannst að þetta var engan veginn bara hans leikur, sko. Nei, það var auðvitað mikið Vargurinn og ADHD þarna á Ancientinu og ég meina Vargurinn átti eiginlega bara ótíð til dæmis, þannig átti alveg bara 2 round þarna í byrjun og ég meina svo grúttapaði bara Anubis og rústa Dust 2, þannig að Mér langar, ég myndi segja ADHD,
Sko, þá það aðalega bara upp á consistency hans, en líka bara impactin sem hann hafði í leikinn. Hann átti góðan Dust 2. Hann átti góðan Dust 2. Hnífurinn í Ancient, ég veit þetta er bara hnífur, en hversu mikið psychological það þýðir, sko. Það hlýtur að hafa gert eitthvað, en að vísu tapa þeir því mappi. Ég get alveg verið sáttur við AD, hann átti góðan Ancient eða fínan Ancient allavega. Mjög góðan Dust 2 leik líka. Og góðan Dust 2 leik. Já. Þannig að ef við horfum yfir allt borðið þar, þá held ég að, og hann aðal callerinn hjá Sögu, eða ekki? Þannig að hefur allavega alltaf verið að hingað til. Hann það, en það auðvitað spurning hversu mikið Saga að kolla, sko, en hann iklinn, hann gaurinn bak við takkana. Hann allavega mitt pick, þó að Vargurinn hafi líka, hann reyndar alveg breytti Ancient-leiknum fyrir það, með því að þegar hann fattaði slippið á miðina og bara byrja að taka til sínar eigin hendur, en það geti verið frá hvaða kóli sem en 100% hann sem að kom með þá ákvörðunur. Já, hann straujar bara eitthvert, bara allt í einu, sko. En já, það held ég ekkert annað í sögunni en að loka á þetta í kvöld. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Þetta var önnur umferðin hjá okkur í ljósleiðaradeildinni og við sjáumst aftur hress og kátt í næstu viku þar sem að Tommi og ég tökum aftur á móti ykkur á þriðjudaginn. Þannig að við sjáumst hress og kátt þá.